spænast að segja hérna bara uppbyttur. Jú. Báðum einn, sko. Já, verið velkomin hér með okkur á IA TV. Það Björn Þór sem heilsar ykkur og hérna með mér Sverrir Marr. Sættu blessaður Sverrir. Blessaður. Nú tímabilið bara að hefjast. Heldur betur. Og þetta fyrsti leikur hér sem Skagamenn spila á móti Grindavík. Bara svo ég byrja að spyrja hvernig leggst þessi leikur í þig og þetta tímabil. Þetta náttúrulega 2 sterkustu liðin í raun og veru deildinni, það sem menn halda allavega. Já, svona með við spár fyrir tímabilið þá þetta fyrsta og annað sæti og svona hjá flestum allavega og eins og talar 2 sterkustu liðin og mér líkst bara nokkuð vel á hana leik. Mér finnst dálítið leiðilegt að hann skuli vera í fyrsta leik á bara mjög ófullkomnum Norðurlandi. Jón kemur einmitt inn á það í viðtalinu og við sjáum það hér að það bara byrja að spennast upp. Algjörlega og það bara svona, auðvitað þetta partur af þessu, það maí og veturinn var erfiður og allt það en það hefði verið skemmtilegt að fá þennan leik ekkert tíma inn í júni, júlí. Og þetta mun líta lengjadeiildina í upphafi út af flest liðin eru á grasvöllum, ekki grasvöllum líka fyrir vestan sem næsti leikur Skagamanna? Jú, passar. Og jú, mun lítið þetta og það fyrir bara liðin að vera klári þetta. Eins og ég segi, bara partur af þessu og eitthvað sem við þurfum bara að venjast á Íslandi ef við ætlum að lengja tímabilið. Nú spá fótbolta.net, hún birtist í dag í gær sem 2 efstu liðin voru tilgreind og það voru IA í efsta sæti og Grindavík í öðru sæti. Ég velti fyrir mér, gæti mögulega verið að ekki eðlilegra að Grindavík væri í fyrsta sæti þarna. Við sjáum, ef við lítum til dæmis á styrkingu sem þeir hafa sótt sér. Við erum að sjá Óskar Örn byrja í dag, Einar Karl og Guðjón Pétur Lýðsson. Þetta eru mjög reynslumiklir menn úr efstu deild. Já, og fleiri, Bjarki Aðsteins líka búinn að bætast við, Dagur Austmann og Kristoffer Konráðs og bara eru komin með alvöru byrjunarlið og Helgi Sig búinn að gera mjög vel á markaðnum í vetur. Samt sem áður, eins og spyrir hvort það væri eðlilegra að Grindavík sé spáð í fyrsta sæti. Mér finnst einhvern veginn þau lið sem að koma niður og eru í ágætis ásigkomulagi, þeir eru yfirleitt spáðu aftur upp, allavega öðru. En við erum að sjá nokkuð nýtt lið hjá Skagamönnum sem var í fyrra. Já, að mörguleyti en á sama tíma bara finnst mér liðið virka mjög vel og mér finnst svona eins og Jón Þór hefur mikið talað í viðtölum bara að þær viðbætur sem að hafa bæst við hafa bara fungerað mjög vel og komið mjög vel inn í þetta og þá erum við að tala Arnór, Indriða, Arnleif, Pontus til dæmis og þeir hafa bara komið mjög sterkir inn í þetta. Þannig að já, jú, hefði sennilega verið eðlilegt ef þú horfir bara á leikmannahópinn en ef þú skoðar svona bara söguna og síðustu ár og þá finnst mér fyrst þetta bara mjög rökrétt. Bara rökrétt, já. En samt sem aður Grindavík með reynslumera lið. Já, alveg klálega. Fyrirliðarnir báðum megin reyndar sennilega reynslumiklu mennirnir. Óskar Örn Grindavík megin og það að hann myndi skora hérna. Já, hann ætlar að gera það í fyrsta deildarleik. Þetta er fyrsti deildarleikur hans fyrir IA. Hann fór náttúrulega það ungur út og hann sé búinn að spila núna bikarleikinn. Þá lítur þetta að vera ákveðið þetta lítur að vera stór stund fyrir hann að spila þennan leik hér í dag. Já, mjög stór stund. Hann skoraði í fyrsta bikarleiknum sínum fyrir IA og ég bara reikna fastlega með því. Hann gerir það í fyrsta deildarleik. Við ætlum að fá að heyra í Helga Sigurðsssyni, þjálfara Grindvíkinga, viðtal sem ég tók hérna rétt áðan. Gerum það. Og rúlar. Það er komið að fyrsta deildarleik sumarsins. Hvernig leggst sumarið í þig? Bara mjög vel, þetta er bara spennandi og vera langur vetur og mörguleiti mjög erfiður, viðfarslega sérstaklega, en loksins er mótið að byrja og við erum bara fullir tilökunar. Ég sá að ykkur spáðu öðru sæti á fótbolta.net. Er það svona raunhæft? Eru þið ekki að stefna beint upp eða? Við ætlum náttúrulega bara að gera alveg allu að fara upp. Það er erfitt að segja vegna þess að í ár held ég að þetta sé einn sterkasta fyrstu deild sem hefur verið í mannamönnum og auðvitað með þessari úrslitakeppni þá er svolítið nýtt yfirbragð yfir þessu og maður svolítið rennur blint í sjóinn með það.
En auðvitað ætlum við okkur stóra hluti og hvort sem það verður þá fyrsta sæti eða gegnum úrslitakeppnina en upp ætlum við en meðvitaður það að það verður auðvitað mörg lið sem ætla sér það líka og vegurinn verður Ég haldi ekki með neinu lið, þá verður kannski meiri spenna í þessu en fyrir þjálfarana og svoleiðis þá held ég að þetta sé ekki eitthvað fyrirkomulag sem menn eru æstir í sko og en svo veit maður aldrei, ég meina þetta getur reynst manni rosa vel og svo getur þetta reynst manni illa þannig að það verður bara tíminn einn að leiða í ljós en fyrst og fremst þurfum við bara að taka einn leik fyrir einu og spá í þessu síðan bara þegar nær dregur haustinu. Þessi leikur hér í dag, þetta eru þau tvö lið sem fara með mestu pressuna inn í mótið. Menn telja að þetta séu liðin sem eru að fara upp. Er spennustigið hátt? Er þetta mikilvægur leikur? Hvernig leggst þessi leikur í þig? Já, þessi leikur leggst bara mjög vel í mig og auðvitað er þessi leikur mikilvægur eins og allir. Já, komið sæl aftur Örn Arnórsson heiti ég og Sverrir Marr komin hérna niður til mín. Það eru smá tæknilegir örðuleikar á okkur hérna í byrjun. Já, þetta er bara svona byrjunarstigi og þetta áttur að þróast betur í gegnum tímabilið. Já, en við þetta viðtal við Helga sem var svona slitrótt hjá okkur, við ætlum að spila það í hálfleik aftur en við ætlum að eins og þið rættu á þann að þú sagðir á þann að magna að þessi tvö lið í á Grindavík sem er spáð fyrst á öðru sætinu séu að spila saman í fyrstu umferðinni. Já, það er mjög áhugavert og einmitt eins og ég sagði á hann bara svona eiginlega smá leiðilegt að það skuli gerast á svona velli því að það gæti orðið svo frábær fótboltaleikur ef aðstæðurnar væri på 10 en ég á nú reyndar ekki vona að vera leiðilegur í dag. Nei, ég var að mynda að velta fyrir mér að þú ert nú okkar svona vanastur að spila fótbolta að öðrum ólöstuðum að nú er þessi völlur hann er engan veginn tilbúinn. Er það betra eða verra að hann sé blautur? Það er betra að hann sé blautur held ég þá virkar hann jafnari ef ég má segja það skilur þá spýtist boltinn frekar heldur en að poppa mikið upp í loftið og hann svona verður þægilegri að eiga við allavega á boltan í sendingum og annað en jú, ég held að það sé alveg klálega betra að sé aðeins blautur honum. Meðan kannski búast við að hann verði líka pínu fljótur að losna og verður laus í sig, verður þungur. Alveg klálega eins og sjáum bara strax út af velli að hann er strax farin að losna mikið það sem að liðið voru í possession fyrir leik og hann á eftir að vera fljótur að verða enn verri. Já, erum við ekki að kíkja á byrjunarliðin bara? Sjáum þau hér í markinu hjá IA er nummer 1 Árni Marino Einarsson, nummer 3 er Jóhannes Björn Wall, nummer 5 er Arnleifur Hjörleifsson, nummer 9 Viktor Jónsson, nummer 14 Breki Þór Hermannsson, nummer 17 Gísli Laxdal Unnarsson, nummer 18 Haukur Andri Haraldsson, nummer 20 Indrið Áki Þorláksson, nummer 27 Árni Salvar Heimisson, nummer 28 Pontus Lindgren og nummer 88 Arnór Smárásson. Fyrirlið er eitthvað sem kemur þér á óvart þarna
Bara alls ekki. Þetta sama byrjunarlið og byrjaði í bikarnum gegn Keflavík og þetta svona það sem Jón Þór búinn að vera að keyra á og virðist vera það lið sem hann ætlar að treysta á mest megnis. Auðvitað mun það koma í ljós hvort að Steinar og Hákon muni koma inn í liðið þegar þeir eru orðnir heilir. Steinar vissulega á bekknum í dag og ætti að vera klár í einhverja mínútur en Hákon ennþá utan hóps og ég veit að hann þurfti að hætta á æfingu í gær. Já, með Steinar þar gæti líka mögulega verið spurningum hvort að völlurinn hefur eitthvað með að segja, hvort að hann fái að prófa. Já, ég hugsa að hann meiðslin séu orðin allt í lagi, núna snýst þetta bara að koma sér í gang og ég hugsa að völlurinn hafi ekkert ofboðslega mikið að segja þar en já, einmitt bara verður frábært að fylgjast með. Já, sjáum varmerum ekki, það er spurning hvort þið getur fengið aftur upp skilti með byrjunarliðunum og skoðum betur Grindavík í markinu Aron Dagur Birnusson. Númer 1, númer 4 Bjarki Aðalsteinsson, númer 7 Kristófer Konráðsson, númer 8 Einar Karl Ingvarsson, númer 10 Guðjón Pétur Lýðsson, númer 16 Marko Vardits, númer 20 Dagur Ingi Hammer Gunnarsson, númer 22 fyrirliðinn Óskar Örn Hauksson, númer 23 Dagur Austmann Hilmarsson, númer 26 Sigurjón Rúnarsson og númer 38 Edi Horvat. Þetta nú, það er ekkert að ósekju sem að þessu liði spáð ofarlega í deildinni. Þetta alveg feikistert byrjunarlið á pappírnum sérstaklega og það verður gaman að sjá bara svona hvernig þeir komi inn í þetta mót. Ég meina það er auðvelt, það ætti að vera auðvelt fyrir mann eins og Helga Sig að sækja fullt af stóru nöfnum sem að hafa spilað fullt af leikjum og ég vænti þess að það sé lagt ansi mikið í þetta í Grindavík allavega núna og svo er bara spurning hvernig þetta fungerar saman, hvaða leiði alltaf er að fara og hvernig nýtast þessir frábæru leikmenn vel hversu vel nýtast þeir í kerfinu og alveg firnastertlið og það verður gaman að sjá. Akkurat. Þessi lið hafa nú mæst alloft í gegnum tíðina og Skagamenn svona í sögulegu samhengi með yfirhöndina, einhverju 28 sigra á móti 16. Já. Síðast mættust þessi lið núna bara fyrir mjög stuttu síðan í Akarneshöllinni og þar sigraði IA 2-0. Já. Bara mjög sterkur og góður sigur hjá IA þar. Já, gríðarlega öflugur. Og þetta er náttúrulega allt annað leikur, það er annar völlur, það er allt annar aðstæður, það er náttúrulega, er það eitthvað forspárgildi í þeim leik í rauninni? Nei, í rauninni ekki nema, í mestalagi eitthvað svona, mental dæmi, að þeir hafi komið og tapað fyrir 1,5 mánuði síðan. Það væri það eina sem ég gæti mögulega haft ykkur áhrif en annars eins og segir, þetta er annar völlur, þetta er önnur keppni, þetta er annar mót og sömuleiðis eru þetta risastóra 6 vikur fyrir eins og menni sem vorum að telja upp áðan, Guðjón Pétur, Einar Karl og Óskar Örn og fleiri sem eru komnir á svona síðustu árin og vita alveg hvenær þeir þurfa að vera klárir. Það snýst ekkert að vera klárir í mars þar. Nei, akkurat og sjáum dómaratríóið leiða liðin inn á völlin. Erlendur Eiríksson aðaldómari þar, Daniel Ingi Þórisson og Þórður Arnar Árnason eru aðstofadómarar. Það er allavega háað í stúkunni. Já, það eru nú alveg 8-10 bullur úr Grindavík mættar og ég hef mjög gaman að því. Já, þetta verður skemmtilegt. Það er náttúrulega veðrið hefur svona settur strik í reikningin aðeins kannski með mætingu á völlin en Já, það er nú alltaf þannig. Já. Það verður allavega lítið sitt í grasbrekkunni í dag. Nei, já, algjörlega. Nema þessir sem eru bara þar. Það eru ákveðnir einstaklingar sem eiga bara sinn stað fyrir ofan brekkuna jafnvel helst. Já, það er helst þeir sem eru þeim megin í dag. Þeir standa iðulega uppi og það, ef við myndum telja saman leiki fyrir IA sem að standa þar ég held að veri engin staður á landinu sem að myndi safna saman fleiri leikjum fyrir eitt félag held ég. Það er klárlega en já, það er mikil eftirvænting búin að skapast og ég allavega það er tölvöld mörg ár síðan að ég einhvern veginn upplifði svona
svona mikla líka bara jákvæðni í garð, ekki bara kannski kallaliðsins heldur líka bara klúbbsins. Já. Að það er eins og eitthvað sé, það að vora kannski hjá klúbbnum og kannski verðt að minnast á það að kvennaliðið sigraði einmitt alveg náði frábærum sigri gegn sterku liði Fjölnis á útivill í gær. 5-4 og þarna erum við að tala einmitt líka liðin sem spáð 2 eftir sætunum í annar deild kvenna. Og gríðarlega sterkur sigur þar og þær, ósigraðar í fyrstu 2 umferðunum. Einmitt. Þú veist, þú talar jákvæðnina, ég held að Jón Þór hafi bara sett sér markmið að bæta einhvern veginn viðhorf bæjarbúa gagnvart liðinu og er búinn að fara í mörg viðtöl og er búinn að vera að tönglast á sömu hlutunum, að á að gera þetta á heimamönnum og á að sækja heimamenn aftur heim og þannig á að byggja upp liðið og ég held að það sé líka bara eftir því tekið því að það er fyllt því eftir sem það sagt er. Algjörlega og ef við hefðum haft meiri tíma fyrir leika þá hefðum við örgulega fengið Björn Þór til að rifja það upp að síðast þegar Jón Þór stjórnaði liðinu að þá til dæmis samstarfið við Kára, áherslan á Kára var einmitt líka í hávum höfð þá eins og núna þannig að og hann talaði töluvert mikið einmitt Kára-liðið og þessa stefnu félagsins í hlaðvarpsþættinum okkar sem viðtalinu sem við tókum með hann þar og ef við eftir að hlusta á það endilega. Alltaf ég myndi að fá að hrósa þig fyrir það. Mér finnst það frábærlega gert að bæði viðtali við Arnór og við Jón Þór. Mér finnst þetta bæta svona umgjörina í kringum liðið og mér finnst það ég er mjög gaman að þessu, virkilega vel gert. Já, bara hvetja alla sem eiga eftir að hlusta. Við finnið okkur á öllum bestu, 2 bestu hlaðvarpsveitunum. Hér eru skagamenn komnir Gísli inn á teginn, fer á hægri fótinn. Gísli fer í skoti en það lendir í varnarmanni. Hafði hann töluvert pláss. Þá koma Grindvíkingar. Þarna sáum við það sem að mun vera alveg óbúðslega mikilvægt held ég í leik ÍA í sumar að Arnór komist inn í boltan á miðjunni og geti fundið þessar sendingar á bakvið eins og þarna á Gísla. Þó hann hefði ekki fengið fullkomna sendingu á sig þá getur hann alltaf lista og mun held ég reyna mikið að senda þessi stráka í gegn. Ekki spurning. Það er Dagur Austmann með langa bolta fram. Horvath nær ekki þessum, Val skallar þetta frá. Haukur á Arnleif. Arnleifur að stinga honum upp í hornið, vinnur innkast. Það er gríðarlega mikilvægt, myndur ekki segja það að byrja hér í dag og í rauninni fyrir bæði liðin að þá er að byrja mótið á að tapa ekki. Já, alveg klálega. Megum við búast kannski við að liðin verði það kannski varfærnari fyrir vikið? Já, það gæti alveg gerst sko. Ég hugsa nú samt að skagamenn muni reyna að sækja sigurinn hérna í dag. Ég hugsa fyrirfram yrðu Grindvíkingar ánægðari með jafnteflið heldur en Skaginn því að þetta er okkar völlur og þetta er okkar vígi og hérna á bara held ég að sækja 33 stig. Hundriði út á Árna Salvar, Árni fram á við, finnur Arnór. Boltinn, þessi sending best til Gísla sem fer í skotið, það er himinhátt yfir markið. Já, þarf að halda þessum skotum betur að koma þeim betur á ramman en Gísli ef hann ætlar að skora þetta. Maður sér hvernig boltinn, hann svona skoppar meðan rúlar eftir vellinum. En nú veit ég ekki hvort að það hafi nokkuð tíma verið spilaður keppnisleikur svona snemma á þessum velli. Ég er ekki svo vissu að... Jú, hvenær er bestadeildin byrjaði fyrr í fyrra. Það er reyndar rétt. Við áttum Víking í annar umferð. Já, menn hann var töluvert lengra kominn þá. En það var allt annað að veðurfar. Já, hann var það. Þann veturinn. En það þýr ekkert að kvarti við vellinum. Þetta er bara það sem er í boði og það lið sem að kannski höndlar hann betur. Kemur langur bolti fram. Árni hikar og þetta er sennilega fyrsta markið. Já. Þetta var slísalegt. Var þetta Guðjón Pétur? Þetta var Dagur Ingi Hammer. Dagur Ingi Hammer. Heimastrákur sem fór á held ég láni til Þróttar í Vogum síðustu 1 eða 2 ár. Komur aftur heim núna, búinn að standa sig vel í vetur hjá þeim. Já, þetta er bara leið 1 hérna
Þetta ofboðslega klaufalegt. Já. Það minnir dálítið á mark í úrslitakeppninni á móti Fram hérna í haust. Maður var bara eiginlega nákvæmlega eins þar sem að Árni Marino einhvern veginn hikar og missi boltan fram með sér. Já, óska byrjun hérna fyrir Grindavík. Þetta mark bara eftir tæpa 4 mínútur. Og alls ekki byrjunin sem að heimamenn vildu sjá. Nei. En þá bara, við vissum það að þetta yrði dálítið andleg baráttu hérna fyrirfram. Já. Og sérstaklega þegar völlurinn svona að þá snýst þetta það og ég held ég hafi verið að segja það með þessi þegar sendingi kom inn fyrir. Já. Að þetta yrði að svona völlur væri bara dálítið mental svona mindset og hugafar að hvort liðið klárari í þetta. Algjörlega, en það er nógu tími eftir Það eru 4 leikir í lengjudeildinni í dag. Já. Og núna á sama tíma. Ægir og Fjölnir, Grótta, Njarðvík, Selfoss, Afturelding. Og Þróttur Leiknir. Og Þróttur Leiknir, það eru 5 leikir. Já. Það er bara svoleiðis, ekkert að gerast þar. Þetta er fyrsta markið í lengjudeildinni í sumar. Svo er einn í annarri deildinni líka, bara svo fyrir áhuga sama, sem að ég ætla með Ástríður hlaðvarpi. Smá vandræði hér. Það er Þróttur Vog komin 1-0 yfir á móti Haugum eftir 4 mínútur. Já. Og þriðja deildin fer í gang á morgun. Heldur betur. Káramenn. Og þetta fór í gang í gær. Það fór í gang í gær, en hérna á Skaganum. Þau fer í gang á morgun og við munum að sjálfsögðu sína þann leik. Já. Sendingin frá Jóhannesi ekki nákvæm. Breki með bolta, háan yfir á fjær. Viktor nær ekki þessum. Óskar Örn kemur í hjálpina. Gísli Laxdal leggur hann út. Haukur út á Arnleif sem að lyftur yfir á fjær. Skalla frá. Breki, hirðir hann upp. Árni út á Breka. Breki aftur með fyrir gjöfina. Viktor síðan í skoti, það er máttlaust. Já, svona jákvætt en ekki alveg nógu svona. Þetta er svona dálítið bitlaust á mörguleiti. Þetta eru margar sendingar inn í teginn og einhvern veginn enginn á endanum á þeim og það þarf að bæta þessi grindinu hana. Já, skagamenn að koma sér í stöður vænlega hérna, væri segja líka fyrir markið á Grindavík en þá koma Grindvíkingar. Hinnar Karl, Haukur, hann næra truflan. Svo Óskar Örn stingur eitthvað við hérna inn á miðjuvöllunum. Það lítur að vera ágefni fyrir Helga Sig og félaga hérna á Grindavíkurbæknum. En svo náttúrulega hefur verið rætt líka mikið þetta breytta fyrirkomulag á lengjudeildinni. Já. Og getur einmitt verið sko vanalega í deild þar sem það eru bara 2 eftir sem fara áfram þá held ég að Íva og Grindavík getur verið nokkuð sátt með þessa spá og ef hún gengur eftir þá eru þau bara bæði upp. Já. En það getur skipt miklu máli hvort þú ert í fyrsta eða öðru sætinu. Mjög miklu máli núna. Algjörlega, en að vísu að þá er undanúrslitin 2 leikir. Já. Þannig að þetta er ekki eins mikið hap og glapp eins og held ég margir halda þetta gæti orðið. Sem að 5. sæti mæti bara í 1 leik og pakkar í vörð og skorar 1 mark á móti öðru sætinu og kemst í úrslitaleikin. En þetta er heim og heiman í undanúrslitum, svo er 1 úrslitaleikur, hvort liðið fer upp og mér finnst þetta mjög skemmtileg breyting. Mér finnst bara gaman að það sé búið til einhvern veginn fleiri stóra alvöru leiki og þá líka þurfa liðin bara að manna sig almennilega og þurfa bara að leggja mikið í þetta og vera í alvöru standi frá byrjun og sérstaklega þegar líður á og þetta verður, ég held að með þessu muni liðin 2 sem koma upp vera betur í stakk búin við að koma. Ég held það. Já, ég held að ég get alveg verið sammála því að þetta þrengir klárlega möguleikana og gerir einmitt erfiðar að komast upp. Já. Þetta er lengi leiðina en á móti held ég að liðin sem að ná upp þau verður tilbúnari í bestudeildina. Það Skagamenn að reyna að byggja upp sókn hérna. Pontus Lindgren
hefur komið ágætlega inn í liðið eftir að Alex Davey, ég ætla að fara að segja fjall frá, hann gerði það náttúrulega ekki, en hann fjall út. Já, hann fjall út. Það var mikið högg þetta var bara fyrsti leikurinn hans tilbaka og gott ef hann átti ekki bara að spila hálfleik eða eitthvað svoleiðis slítur hásinn. Alveg grátlegt. Búinn að vera í gipsi og hækjum síðan og hann var tvísýnt hvort hann myndi taka þátt áður en að móti hófst, en svo kemst hann í gang næri þessum leik en slítur hásinn, þannig að það var algjörlega grátlegt. Og sérstaklega eftir einmitt bara, ég myndi kannski segja að sjálfsögða bara þolinmæði gagnvart einmitt meiðslum erlends leikmanns. Já. Það er oft freistandi að bara kasta honum fyrir róða og finna annan í staðinn bara strax. Þeir bundu vonu við hann og þá er agalegt að lenda í þessu. Það er nú, þetta verða svona sögur til oft í fótboltanum. Því miður. Já, meiðslin eru því miður partur af þessu. Horvat. Það er hotspinna, þetta fyrsta hotspinnan. Já. Sjáum að Indrið komin allar út í hotn að pressa á hann. Ég vænti mikils að Indriða í sumar. Mér fannst hann spila frábærlega með fram í bestöldinni fyrra og í raun og veru bara skildi ekki af hverju fleiri liði í bestöldinni voru ekki eftir honum þegar Skaginn einhvern veginn næra stela honum bara. Mér fannst það alveg magnað. Já, hann er búinn að koma virkilega sterkur inn í liðið í vor. Já, ekki spurning. Og verður alveg mjög mikilvægur í allt sumar. Það er Grindvíkingar sem vinna fyrsta skallanum. Breki tekur annan boltan og hreinsar þetta bara vel frá Gísli Laxdal eldir það. Aron út úr markinu. Hann heppinn þarna, Einar Karl hreinsar hann út af. Já, Aron Dagur í markinu ískaldur hann var aldrei með þetta svona einhvern veginn 100%. Nei. Átni Andrea. Tilbaka á Jóhannes Val, Grindvíkingar falla langt tilbaka. Já, það verðist ekkert líða neitt óbáslega illa með það líka. Nei. Sem er kannski smá ágefni fyrir Ía. Já, það verður erfiðar að nýta hraða manna á borð við Gísla Laxdal. Þegar varnarlínan er á vítategnum. Algjörlega. Það er svona ákveðin vopp slegin úr höndunum á heimamönnum. Já. Jóhannes á Arnleif. Það er bara vel varist hjá Grindvíkingum. Já, þeir munu líklega bara standa þéttir og bíða eftir því að reyna að þrönga boltanum í gegn og reyna svo að sækja hratt. Sérstaklega það sem eru komnir 1-0 svona snemma í leiknum. Leifur lyftir þessu fram á Hauk sem er í góðu hlaupi hérna. En Sigurjón Rúnarsson heyrðir á honum boltan. Nú bakrending. Já, saman dæma alveg eins aukaspyrnu á Arnór hinum meginn á vellinum áðan. Akkurat, samræmi, það er það sem menn vilja sjá. Já. Og aukaspyrna hérna á fínu stað. Arnleifur sem að býr sig undir að taka hana. Já. Það er virkilega gaman einmitt líka að sjá Arnleif hvað hann hefur vaxið í fjarveru sinni frá fótboltanum á Akranesi. Hérna kemur hann með spyrnuna. Hún er inn á teginn og Viktor Jónsson hérna var með frían skalla og stýrir boltanum bara vel framhjá. Já, sjáum þetta bara frábær spyrna og þetta er bara uppáhald staðan hans Viktors. Hann verður bara að gera betur hann. Það er bara að gera kröfu á það. Já, spurningamerki kannski við dekninguna hjá Bjarka Aðalsteinsinni þarna. Þetta er ekki maðurinn sem þú vilt gefa tíma og pláss inn í teig. Komið mark hjá Leiknismönnum. Leiknir komnir yfir gegn Þrótti Reykjavík. Það er staðan 1-0.
Já, það sterkt ef að Leiknismenn ná smá momentum núna í byrjun. Það eru fáir sem að búast við miklu af þeim í ár eftir að ofboðslega margir lykilmenn hurfa á braut. Þeir eru 3 hérna í dag. Dagur Austmann, Bjarki Aðarsteins og Kristoffer Konráðs. Og eru Vigfús og Donni verið að byggja upp nýtt lið þar í rauninni bara. Og þeir gæti alveg valdið usla í þessari deild og gert sér gildandi. Það er alveg klárt mál. Talandi svona andlega þætti, þá held ég að þetta Leiknir sé akkurat svona menn sem að þrífast í rauninni á því að vera svona underdogs, svona litla liðið og þrífast á mótlæti. Það er elskið þarna í Breiðholti að menn búist við litlu. Já, algjörlega. Skaman að ná að halda Grindvíkingum hérna á eigin allar helmingi. Já. Það er erfitt að skapa færi. Já, það er ofboðslega erfitt að fara í gegnum hennar múr sem þeir setja upp hérna og Marko hérna djúpur á miðunni er ansi klókur leikmaður sem að kannast aðstæða sig og er harður að fara í kringum. Marko og Guðjón eru hann bara 2 akkeri hann bara örstuttu fyrir fram að vörnina. Já. Heldur reyndar að sé auðveldar að spila í kringum Guðjón Pétur og það er eitthvað sem að sýnist Haukur svona að vera satt sinna og að koma sér nálægt honum og sprengja svo frá. Nú er það Pontus tilbaka og Jóhannes Val. Þetta hefur verið þolinmæðis vinna að vinna sig inn í þennan leik. Já. Jafnvel að það verður bara betra fyrir í að láta Grindavík fá boltan og biðja þá að koma aðeins ofar og reyna svo að vinna. Já. Viktor tilbaka. Það er að gera straðar eins og þarna. Þessi sending má ekki koma 50 metra tilbaka þegar þeir eru búin að opna sig. Arnór með flottan bolta hérna fram að við að skalla frá að Dægi. Þetta. Óskarur lyftir honum fram á við. Árni Salvar, brotlegur. Ja, mér finnst þetta soft. Það hefur Ingi tók hérna bara með höndina utan Árni Salvar og féll svo með honum. Sjáum þetta aftur hér. Já, mann setur hendina utan hann og fer svo niður. Já, mér finnst þetta soft. Það hefur ekki breytt og aukaspyrna á vænlegum stað sem að Grindvíkingar eiga. Það er enginn sem fær að komast að þessu annar en Guðjón Pétur. Nei, ég held að það sé skrifað í öll skjöl fyrir leiki hjá Grindavík að Guðjón Pétur Lýðsson hann tekur bara þau fyrstu leikadriði sem að bjóðast á svona sérstaklega svona stað. Hann lyftir þessu ná fjær og Bjarki Rámstad. Þetta hlýtur að hafa verið bara fyrirfram ákveðin aukaspyrna að Bjarki myndi tilla sér hérna aðeins utalega og reyna að vippa honum á hann og hann skallar hann inn í teginn aftur. Það við sjáum þetta á mjög mörgum liðum á mjög mörgum stöðum. Já, og Gísli kominn yfir hægra megin hérna, kemur með boltan inn á teginn en Sigurjón vel staðsettur. Heyrum hann að Jón Þór garga á Hauk, vill fá hann ofar, vill fá hann að skjóta sér inn á milli þeirra. Vildi væntanlega að fá hann bara inn í teginn þegar Gísli kom með fyrirgjöfuna. Já. Kemur langur bolti yfir á Gísla. Gísli nær þessum en er ekki að stýra honum inn á teginn aftur. En það er kannski akkurat það sem að þarf að þegar að varnarlínan liggur svona þá þarf að fá eitthvað óvænt, fá einhver óvænt hlaup úr óvæntum áttum inn á vítateginn til þess að skapa einhverja ringulreið. Já, og svo þurfa bara menn að vera klárir að leið og þeir skapa þessa stöðu hérna úti á hægri kantinum þar sem að Arnór og Gísli geta tekið þennan 1-2 þarna upp í horn.
að þá þurfa menn bara að koma sinni í teig því að þú veist alveg að Gísli mun stinga varnarmanninn af ef að sendingin fyrir framan hann og þá þarftu bara að mæta. Það ekkert flóknara en það. Ekki spilna á Hauk. Hlutur á Eddie Horvath. 19 mínútur liðin á staðan. 1-0 fyrir gestina. Lítið gest einhvern veginn annan en það mark. Já. Guðjón sendingur aðeins fyrir á Dag en hún var framalega. Þetta maður ætlar að spilna þessu langt, hann lítur að hann væntanlega búinn að jafna sig á þessu marki núna en hann lítur að hafa sviði í nokkra mínútur. Já, alveg klálega. Þetta er ekki mistök sem þú vilt gera eftir 4 mínútur í fyrsta leik í Íslandsmóti. Ekki. Því að það er pressa á Árna Marino. Núna þarf hann að stíga upp og núna þarf hann bara að skila því sem að búist við og þetta er alveg klálega ekki það því að það var tekin ákvörðun að hann skildi vera markmaður nummer 1. Það var ekki sóst nægilega hart á eftir Árna Snæ að halda honum og þetta var ákvörðun sem var tekin og hann þarf bara að standa undir því. Því að það er ekkert verri markmaður sem situr á bekknum og mætir á allar æfingar heldur. Nei. Algjörlega. Dino Hossic sanna það bara á Skaganum í nokkur ára. Hann getur alveg leyst þetta í fyrstu deildinni eins og hann hefur gert í annar og þriðju. Já, algjörlega. Árni Salvar. Heldur þessum inn á eitthvað. Nei, hann missir hann út af. Já, hörku stemming Grindavíkur megin. Já. Öllum minna Skagamegin eins og staðan er núna. Það er samt alveg búið að vera. Já, Árni Salvar brotið á honum. Snakkir að koma aðeins í leik. Reynir mjög mikið einmitt líka á hreyfinguna fyrir framan boltan. Já. Til þess að reyna að toga vörnina til og frá. Alveg klálega. Pontus með langan bolta fram. Þetta er ekki að skila miklu. Nei, það er svo erfitt að finna þessa löngu bolta þegar hitt liðið er bara í skotgrjónum og þeir eru bara klárir og eru að bíða eftir að þessi sending komi. Já. Þá er ekkert hægt að gera. Þú verður einhvern veginn bara að reyna og þora að þrönga boltanum inn í svæðin á milli manna og það er eina leiðin til þess að opna svona vörn. Haukur og Arnór eru báðir hreyfanlegir og eru báðir að leita plássi, að leita svæði til þess að fá boltan í. Já, það þarf að þora að setja boltan einmitt í þröngsvæðin. Já, og eins bara ef þú ætlar ekki að setja hann í þessa 2 menn í þröngu svæði, hvernig ætlar það þá að gefa? Akkurat. Óskar er fyrir snúning hérna. Skiptir yfir á Kristófer. Kristófer síðan með boltan inn á teiginn og Horvath með hælspyrnu þarna en hún er blokkaruð af varnarmönnum. Náða að snúa þarna. Allir. Þetta gengur ekki. Marko hefur hann boltan og Óskar Örn fer niður í viðskiptum sínum við Arnleif. Já, það var bara dálítið reynslu leysið hérna. Já, sjáum þetta hérna. Arnleifur er bara fastur hérna fyrir aftan en hann nær sem betur verið ekki að koma almennilega skot á markið. Já, Val mættir hjálpa hérna. Og Reynar Karl sem að tekur þessa aukaspyrnu. Já, fjársvæðið, Arnór í baráttunni, boltinn inn að markinu en Viktor skallar frá.
Fyrir hálfleikur hálfnaður. Sama núna ég búið að svona veiða Grindavík aðeins ofar á völlin og þetta akkurat mómenti sem þarf að nýta ef að þeir ætla bara að vera í einhvern skotgröfum. Það þarf þetta að gerast hratt akkurat í þessu mómentum. Akkurat, þannig kemur getur Haukur. Breki fengið hann á bakvið og getur bara keyrt á hann núna. Arnleifur kemur utan á hann hérna. Bara nota hann. Breki finnur hann. Kemur boltinn fastur inn á markinu en Viktor ekki alveg komið nógu langt. Þetta bara nákvæmlega málið, þetta bara nákvæmlega sem að Skaginn þarf að gera. Þeir eru bara að taka sér tíma neðarlega á vellinum og fá Grindavík aðeins ofar og sækja svo hratt í þessi pláss því að annars gengur þetta bara ekki neitt. Algjörlega. Vat, Val í bakinu honum. Tilbaka Óskar Örn. Óskar lyftir þessu í áttina. Hörnir skallar þetta frá. Haukur. Finnur Gísla Lagsdal. Hann finnur hins vegar ekki Viktor. Nafni Salvar þarna eins og fljótur á sér. Dagur steig hann vel út þarna. Kristófer. Fær hann aftur frá Guðjóni. Kemur einmitt hárbolti í áttina Horvat. Þeir leita svo sem mikið að því Óskar fer. Og það aukaspyrna dæmd. Já. Þetta sé alveg rétt. Já. Já. Arnór potar hérna í kálfanánum. Já, hann reyndar ekki að gera neitt annað en að búast við að boltinn komi og allar að taka með sér. Akkurat. En aukaspyrna á stórhættulegum stað. Þetta passlega langt frá. Já, þetta bara fullkominn staður fyrir það báða. Já. Bæði fyrir Óskarar og Guðjón Pétur og það raun og veru bara skjara på steinn hver var að taka þetta. Þetta sé ekki bara eins og skólavellinum. Það var Óskar sem að fiskaði og þá fær hann taka. Hann bara ég á. Já, gæti verið. Sem hann segir. Við vorum nú reyndar að nefna það á hann að Guðjón Pétur ætti bara öll svona föstleikadri. Já. Hann líklegur, kemur hér, já, það hann sem að setur hann yfir vegginn og í topphornið. Glæsilegt mark hjá Guðjóni Pétri. Djöfull var þetta vel tekið maður. Þetta var hrikalega góð aukaspyrna. Já, það var aldrei spurning hvort tækið. Nei, raun og veru ekki. Og hann sýndi þá ástæðu af hverju það ekki spurning. Já, sem Árni Marino bara algjörlega sigraður frá því að boltinn fer á stað. Getur ekkert í þessu gert. Og 2-0 Grindavík. Frábær byrjun þeirra hérna. Já, þetta smá högg fyrir Skagamenn og nú þetta brekka því að nú ekkert einu sinni víst að Grindavík stígi nokkuð upp. Nei. Nú reynir á. Það er Árni. Það þarf bara að hækka tempóið. Hækka tempóið í uppspilinu, ekki spurning. Það bara svo erfitt þegar boltinn ekki stabíll en þetta. Nákvæmlega. Pontus, Horvat með fína pressa á hann hérna. Grindavík eru bara í fullkomnu stöðu, komnu 2-0 yfir og geta bara beðið. Keyrt hratt. Sjá hvað Horvat sterkur hérna, missir enda boltan út af. Jón Þór að vilja fá Arnór Smára aðeins aftar. Já, þeir hafa gert það. Koma honum meira í boltan. Já, þeir hafa gert það nokkur sem við veitum akkurat til þess að koma honum meira í boltan og fá hann svona dálítið til þess að vera hugmyndasmiðurinn og hefur alveg gengið ágætlega í nokkur leikjum þessum að hann hefur skipt við Indriða því að Indriði ekkert verri í þessu 8 eða 10 hlutverki eins og í 6-unni. Sáum þetta einmitt í svona seinni hálfleiknum á móti Keflavík ef við maður rétt að Arnór var í rauninni
mikið að horfa á boltann bara yfir sig í svona fyrir hluta leiksins en leið og hann komst í boltann þá náðu liðið oftar en ekki að skapa sér færi. Algjörlega. Og þá koma Grindvíkingar. Nálgast vítateiginn en Skagamenn ná að koma þessu frá en þá Viktor svolítið einmanna þarna frammi. Kristoffer tilbaka á Guðjón farin aftur. Sending hérna, Viktor nær að taka hann með sér, Viktor síðan hann kominn hér í gegn. Nú bara að klára þetta, hann orðinn aðþrengtur hérna, vantar hjálp, ekki kemur með honum, hægir aðeins á sér hérna. Boltinn tilbaka og Arnleifur yfir á Gísla en þeir ná að lesa þetta. Þarna vantaði í rauninni heslumuninn hjá Viktori að koma sér almennilega í færið. Þetta nú bara, hann gerir þetta vel, sækir þetta. Já. Þegar það fram með honum, Sigurjón ekki að gera neitt annað en að hlaupa í veg fyrir hann, þannig að ef hann hefði farið niður að mögulega geta fengið rautt spjald á hann. Já, þarna spurning hvort hann valdi rétt þarna, Gísli Laxdal var þarna úti hægra megin, en vörnin á leiðinni tilbaka. Já, Viktor var einhvern veginn ekki í neinu jafnvægi bara þarna í snúningi og það hefði verið erfitt fyrir hann að koma honum þarna yfir þetta. Já, þetta eru mómentin sem þeir þurfa að nýta. Og þetta eru í raun og veru bara mómentin sem að Grindavík búið að nýta. Akkurat. Skagamenn halda áfram að reyna. Árni tilbaka. Jóhannes. Arnór. Tekur á rás. Þannig Arnleif. Tekur tilbaka á Hauk. Þetta líka svona með tilkomu Arnórs aðeins niðar á völlina að þá munum við líka fá þessar sendingar upp á milli lína meira held ég. Hann alveg tilbúinn að taka það á kassan eða klikkar sko. Það mun þóra og mun halda áfram að þóra. En þetta akkurat málið hérna frá Val. Brekkin ekki að... Brekki bara að gera betur. Óskar, frábært tækling hjá Arnleifi. Grindvík búinn að vinna boltan aftur. Einar Karlinn út í hægra megin. Jóhannes nær þessu. Árni vinnur Hauk, tekur hann vel niður hérna. Haukur síðan reynir skiptingur yfir á Gísla Laxdal. Nýtti völlin vel hérna. Já. Gísli fer í skotið, það fer í varnarmann. Gísli aftur komið með boltan. Leggur á stað. Fer þá í fyrirgjöfina og þeir ná að komast fyrir það. Guðjón Pétur mættur hérna að blokka þetta. Það ætti ekki að vera flóki fyrir Gísla Laxdal að taka bara eitt langt touch og hlaupa fram hjá honum en hann verður eitthvað ragur við hana. Þessi bolti ekkert út af. Dagur hérna mistir hann aðeins og langt frá sér. Brekki, nei, hann heldur þessum inn á. Helgi Sigurðsson ekki sérlega sáttur. Já, myndir að reyna að finna Viktor hérna í lappir en þeir voru bara snöggir að lesa. Já, Grindvíkingar eru bara hljóta að vera bara mjög sáttir með stöðuna eins og hún er. Já, alveg klálega og þeim virðist líða bara óbúslega vel inn á vellinu. Þetta er klaufalegt, þarna verður Arnleifur að láta vita af sér. Já. Algjörlega og Óskar sækir aukaspyrnu. Þetta er bolti sem Arnleifur er algjörlega með. Já. Þetta er samskiptaleysi, skrifast upp algjörlega á það. Já, alveg klálega.
Það verður líka, þarna einmitt samskiptaleysi aftur, það bara einhver að láta hann vita, að láta boltan fara aftur fyrir. Algjörlega. Það enginn að fara að ná honum. Grindvíkingar spila þetta vel þetta. Það akkurat núna, Grindvíkingar að hætta sér hérna fram á velli með marga menn. Já. Nú þarf að vinna boltan á góðum stað, Viktor brotlegur hér. Það bara nákvæmlega það sem að Grindvíkingar vilja og Skaginn þarf bara að vera miklu klókari og þá tala nú ekki þessa eldri menn. Viktor núna, Arnór í aukaspyrnumarkinu hjá Guðjóni Pétri. Það er bara að gerast betur og þeir þurfa bara að leyfa þeim og bíða eftir að þeir geri mistökin í staðinn fyrir að brjóta alltaf á þeim og leyfa þeim að stilla upp og taka tíma og gera það sem þeir vilja gera. Algjörlega. Helgi Sigurðsson komin yfir á Boðvang Skagamannanna. Þeir frjálslega með Boðvangin sinn og engin fjórði dómari. Ekki neina athugasemd. Við höfum séð Jóhannes Karl fyrrum þjálfari í að fá rautt spjald fyrir það sama. Já. Það var nú meira kannski til þess að öskra á línuvörðin en það er annar mál. Óskar með boltan hérna teginn og Viktor síðan skattar þetta frá Einar Karl í skotið en það er framhjá. Já, engin fjórði dómari náttúrulega hérna, ætli það sé bara lengjudeildin. Já, ég held að það sé venja. Menn kannski nýta sér það bara. Já, svo verðist vera. Sérstaklega meðan aðstoðardómarinn er langt í burtu, því sem við varamenn Skagans hita upp. Allir komnir á stað. Já, það eru nú alveg möguleikar þar. Ég meina, Ármann Ingi átti nokkra mjög góða leiki í vetur og sérstaklega í leiknum á móti Grindavík. Algjörlega. Það sem hann kom inn á alveg frábærlega og svo eru þetta... Og Daniel átti líka sömulegis mjög góða innkomu þar. Skoraði hann að marki og Ármann hitt eða ekki. Jú. Og svo Steinar Þorsteinsson auðvitað á bekknum líka og geti komið eitthvað inn í þetta. Nýbakaði faðir Steinar Þorsteinsson, hann óskar honum til hamingju með það og konu hans Aldís Ylvu sem er náttúrulega nátengt Skaga í fótboltanum. Já, algjörlega. Pontus, langan bolta fram. Þannig þurfum að vinna seinni boltan. Já, Arnór hyllir hann. Jóhannes. Fastur bolti á Breka. Erfitt að gera nokkuð með þennan. Það er nefnilega kannski eitt atriði sem er einmitt þeim er mikilvægara í þessari stöðu að þegar það er þessi annar bolti sem að skiptir svo miklu máli í þessu. Og sérstaklega núna þegar að fyrsti boltinn er unnin af Grindvíkingi sem er upp í loftinu og jafnvel er ekki í stöðu þegar hann er að skalla eða eitthvað svoleiðis að taka þá annar boltan og geta sótt á bakvið. Árni Salvar liggur hérna sárþjáður eftir þetta en ekkert dæmt. Afturhelding 1-0 yfir gegn Selfossi, Grótta komnir yfir 1-0 gegn Njarðvík. Ægismenn hinnir óvæntu nýliðar halda í 0-0 gegn Fjölni. Já. Árni tekur þennan niður, finnur Arnór. Arnór fram á Gísla Laxdal. Gísli gegn Kristófer hérna. Reynir fyrir gjöfina, boltinn berst á Haug sem að næra taka niður, leggur hann út á Indriða sem fer í skotið. Þetta var ekki svo langt yfir, en yfir samt. Já, þetta var alveg Indriða skot þarna, vill bara leggja hann innanfótar en náði ekki alveg að halda honum niðri þarna. Vel gert, Haukur hérna mættur inn í tegi núna eins og þau voru að kalla á hann áðan. Já, fínasta skot. Virðist það var svona gott svona sjámarki vel. Já. En óvinnar er ekki að halda sér niðri. Og völlin bara mjög vel almennt. Indriði vinnur þennan bolta. Haukur, Dóna.
Árni fram á Gísla, Gísli fær vinna mikið úr boltanum hérna, setur hann fyrir markið, aðeins fyrir aftan Viktor. En hættan að skapast í gegnum Gísla Laxdal. Já, algjörlega, og hann búinn að skipta yfir á hægri kantinn og getur þá meira farið utan á og komið með fyrirgefnar og mér finnst svona alla jafna Viktor eini maðurinn sem einhvern veginn að reyna að búa sér til pláss og geta þá fengið sendingun og skora úr henni. Mér finnst til dæmis í þessu tilviki Breki vera bara svolítið seinnin á tegin og hefur nú alveg hraða til þess að skila sér. Arnór aftur á Gísla, Gísli aftur með fyrirgjöfina, Viktor aðeins og seinni í þetta núna. Sigurjón skalla frá. Þetta er betra frá Skagaliðinu, þeir eru búin að ná að skapa sér hættu. Já, þeir eru meira að finna svæðin aðeins ofar á vellinum og fara í kringum bakverðina og sérstaklega hann að hæra megin í kringum Kristófer. Já. Kemur Árni Salvar með boltan inn á tegin, Breki nær skallanum en hann er mátt lítill. Erum að sjá ástæðuna fyrir því að Gísli skipti yfir. Já, alveg klárlega. Jón Þór hefur kannski einmitt vonað að hann hefði svona yfirburði yfir Kristófer. Alveg klárlega. Hann er fljótari en Breki þó að Breki sé fljótur og fleiri leiki á bakinu og meiri reynslu og getur svona nýtt sér stöðuna aðeins betur. Skipti á Arnóri, setur hann tilbaka á Jónsal. Pontus og þá Árna Salvar erfið sending fyrir Indri kemst í boltan en svo hann boltan skoppa þarna alveg vel upp í hnéhæð. Já, Martins setur hann út af. Réttur að 4 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Við minnum á að við ætlum að spila viðtalið sem við tókum, Björn Þór Björnsson tók við Helga Sigurðsson hérna fyrirleik í hálfleiknum. Það gekk eitthvað brösulega hjá okkur að sýna það áðan. Skrítið sendingarna frá Arnóri og Gísli nær ekki að taka með sér. Já, er þetta ekki hotspilna eða hvað? Nei. Já, og við sennilega bara splæsum í viðtali sem var tekið við Jón Þór líka í hálfleiknum. Þannig að endilega það hefði eitthvað að gera í hálfleiknum. Kemur langur bolti fram Indri, skallar fram á við Jóhannes. Smá bortennis núna. Og skemmtilega gert hjá Eddie Horvath. Bara allt of mikið af brotum inn á eigin vallarhelmingi. Já, Hörvar Grindavík aftar 10 metra. Það var engan á að setja eitthvað hápressu en það eitthvað viti. Arnór. Pontus. Fínt hlaup hérna hjá Árna Salvari inn á tegin, opnar sendingarleið fyrir Gísla og Árni reynir að ná skallanum, gengur ekki. Arnór séð með boltan inn á markinu, Aron kýlir þetta frá. Og Viktor liggur eftir. Ákveður að stöðva ekki leikinn, Arnleifur inn á. Já, getur fengið að sjá þetta aftur þegar hann kýlir boltan frá. Arnór tæpar á hendi en boltin kemur svo. Já, endar á honum hann en ég held að þetta sé bara löglegt. Já, en hann svo Erlendur var að velta fyrir sér að stöðva leikinn út af höfuðmeiðslum en ég var í mjög vænlegri stöðu. Já, og Viktor var byrjar að standa upp og hafa hvað hann að hingra. Horvath virðist nú stugga þarna við Val en kemst upp með það. Frábær tækling hjá Arnleifi og þetta lítur að vera markspyrna. Nei, þetta er hotspyrna. Já, svo er annar á bekknum.
Finnbogi Laxdal, ég gríðarlega hrifinn af honum, hann ósérhlífinn og fljótur og kraftmikill og hann svona alvöru maður sem að leggur ekkert nafn andstæðings fyrir sig. Hann æðir bara áfram, sama hvað þú heitir og ber enga svona virðingu fyrir neinu öðru heldur en bara að þetta sé leikmaður. Útir aukaspyrna sem að Marko náði sér í. Já, Skaginn bara búinn að bjóða Grindavík upp á að hafa þennan leik alveg eins og þeir hafa pottið sett upp. Að geta skora snemma og nýta föstu leikadriðin og fá mikið af aukaspyrnum til þess að geta drepið leikinn og það nákvæmlega það sem þeir eru búin að fá að gera og það bara með hjálp Skagamanna og hversu svona klaufalegir þeir eru búin að vera oft í þessum brotum. Og maður sér það alveg greinilega eins og til að mynda Óskar Örn oftar en ekki að reyna lítið annað en að fá bara aukaspyrnu. Og klókur í því? Já, mjög. Og það Skagamenn að reyna að kreista út eitt mark hérna fyrir hlé. Indriði og Arnór. Ágætlega vænleg staða hérna, Gísli Laxdal. Hótar fyrirgjöfinni, finnur hann ekki eða hvað, reynir að lyfta honum hérna yfir á fjær en sneiðir hann aftur fyrir. Bara alveg ofboðslega daburt. Hvað þarf Jón Þór að leggja áherslu á í hálfleiksræðinu hjá sér, Sverrir? Ég myndi bara fókusera á einhvern veginn áræðinni og hvort sem það í varnar eða sóknarleik að leggja meiri metnað í það að vinna fyrsta boltan, vinna annar boltan, að mæta í návíinn því að þar hefur Grindavík verið yfir allan hennar fyrri hálfleik og Skaginn hefur verið oft á tíðum bara dálítið soft og sömuleiðis að leið og boltinn vinnst að það séu leiðir sem að þarf að sækja hratt í og hægt að sækja hratt í og þeir þurfa að nýta það töluvert betur og manna teginn leið og fyrirgjöfin að koma. Akkurat, við skulum rifja upp mörkin á 4. mínútu skoraði Dagur Ingi Hammer Gunnarsson þetta, slysalega mark hik á Árna Marino í markinu og Dagur Ingi gerir þetta sömuleiðis einhvern veginn samskiptaleysi milli Árna Salvars og Pontus Lindgren þeirra hlaupi kemur. Já, en síðan var það Guðjón Pétur Lýðsson með hreint út stórkostlegt mark beint úr aukaspyrnu. Algjörlega óverjandi fyrir Árna Marino í markinu. En eins og ég segi, við ætlum að spila viðtölin frá því sem að Björn Þór Björnsson tók við þjálfarana hér fyrir leik í hálfleikshlénu. Við tökum okkur hlé og komum aftur með síðara hálfleikin eftir cirka 15 mínútur. Það er langur vetur að baki og nú er komið að fyrsta deildarleiknum. Hvernig leggst þetta í þig? Við erum mjög spenntir. Þetta leggst gríðarlega vel í mig. Eins og þú segir, þetta langt undirbúningstímabil að baki og við erum nokkuð ánægðir með það. Við erum ánægðir með hvernig hópurinn er byggður upp, við erum ánægðir með liðið okkar og erum bara spenntir að byrja. Það birtist spá í dag hjá Fótbolta.net þar sem IA spá efsta sæti deildarinnar. Hvernig tilur það raunhæft? Er þetta óþarfa mikið pressa á liðið eða hvað segir þessa spá? Já, þetta er bara það sem við bjuggumst við. Ég held að það sé þegar að IA fer niður í næstefstu deild að þá er það undantekningarlaust, þá er það stærsti klúbburinn sem spilar í þeirri deild, þannig að ég held sé ekkert óeðlilegt að spá því liði fyrsta sæti. Við erum með gott lið, en fyrst og fremst eru þessar spár bara til gamans gerðar og fyrir fólkið og fyrir þá sem að standa að þessum spám og er að skrifa um fótboltann og við erum ekkert að einbeita okkur of mikið af því. Við erum bara stoltir af því að fólk beri virðingu fyrir okkar liði en fyrst og fremst er þetta til gamans gert og við gerum okkur grein fyrir því að við þurfum að fara inn í þessa deild af miklum krafti. Þetta verða miklu baráttuleikir sérstaklega til að byrja með. Það eru 9 lið sem spila á grasvöllum í þessari deild og þeir eru í alls konar ásamkomulagi og verða í maí framan af þannig að það verða fullt af hlutum sem að þurfa að vera í lagi. Það
ekki bara það að þú sért góður í fótbolta, þú þarft að hugarfarið þarf að vera í lagi, baráttan þarf að vera í lagi, við þurfum að leggja mikið á okkur til þess að vinna seinni boltana og við þurfum að vera þéttir og eins og völlurinn við hefðum örlítið á honum í gærkvöldi og hann er mjög erfiður, þannig að leikurinn getur alveg þróast út í það að verða einhver hálofta bolti og snúast seinni boltana og allt þetta og þá er að vera tilbúin til þess að leggja á því gríðarlega mikil hlaup og þetta getur orðið fram og tilbaka og mikil hlaup í báða enda og þannig að við þurfum að vera undir alls konar búnir í þessum fyrstu leikjum til ef við ætlum að tryggja okkur sigurinn. Þú nefnir völlinn hér í dag, það sjá það allir sem allan horfa á þann leika, hann er ekki góð ásökumulagi og þú nefnir að þetta mögulega geti haft áhrif á þennan leik og mögulega það fyrstu leiki Skagans leiki hér í maí. Algjörlega og það sem kannski fólk sér ekki að það er mikill sandur í honum og hann er mjög viðkvæmur, rótin ekkert, vellirnir eru bara ekki tilbúnir þannig að hann á eftir að fara mjög illa og svo förum við á Ísafjörð í leik númer 2 og hann er eins og hann er á þessum ástíma þannig að þetta vellirnir geta verið orðið mjög erfiðir en við þurfum þá bara að vera undir það búnir og spila eftir því. Byrjunarlið það er nokkuð svipað og hefur verið á undirbúningstímabilinu, hvernig er bara standið á hópnum? Það er bara virkilega gott og við höfum verið í einhverjum meiðslum í vetur, Steinar fór í aðgerð á kvíslisaðgerð og er að koma tilbaka, hann er á bekknum, spilaði í síðasta leik, Hlynur spilaði seinni hálfleikinn í síðasta leik líka, hann lenti í veikind og fekk einhyrningssótt og misti af æfingarferðin okkar út til að mynda þannig að þeir eru komnir tilbaka sem að styrkir okkur auðvitað gríðarlega mikið, Ármann Ingi er að koma tilbaka líka þannig að staðan er bara virkilega góð og svo eru fleiri ungi strákar, Ingi Sig sem hefur verið meiddur síðustu vikur, Jóhannes Breki hefur verið meiddur líka, þeir eru bara að vinna hart að sinni endurkomu og koma vonandi sterkir tilbaka á næstu vikum. Björn Bergmann, hann var tilkynntur sem félagaskipti hans í með skilst að hann sé nú verða ekkert með okkur hér allan í upphafi mót. Bara svo ég spurði, hvenær má búast við að hann komi inn í hópinn og hvert er hlutverk hans í sumar? Hann náttúrulega ekki spilað nánast neitt í 2 ár. Hann er allavega ekki með okkur í dag, hann er að flytja bara heim með sinni fjölskyldu í sumar og eins og staðan er núna þá er þetta bara draumórar það að hann spili fótbolta aftur, það er allavega það jákvæða fyrir okkur Skagamann að ef hann nær því, ef hann nær sér aftur í það stand að geta spila fótbolta aftur, þá allavega verður það í gulu treyjunni fyrir okkur hjá IA og það eitt og sér eru þetta risastórar fréttir og svo verðum við bara að sjá til hvernig það þróast. Hann er búinn að fara í 2 aðgerðir núna á hné, fyrir aðgerðin heppnaðist ekki, það eru standa vonir það að seinni aðgerðin hafi heppnast sem hann fóru í desember og þannig að hann er bara að hefja sína endurhæfingu núna þessa mundir, þannig að við verðum bara að sjá til hvernig það gengur og hvort hann nái að stíga tilbaka aftur á fótboltavöllinn. Bara svona lokum, þetta eru þau 2 lið sem fara með mestu pressuna inn í mótið þar sem flesti búast við að þessi lið fari upp. Heldur að spennustigið verið mjög hátt hér í dag og er þetta eitthvað svona leikur sem mun skipta öllu? Þetta er auðvitað bara fyrsti leikurinn af mörgum í þessari deild og úrslitin ráðast svo sannarlega ekki í deildinni á þessum leik en það er auðvitað mikið undir og þetta er fyrsti heimaleikurinn okkar sem við ætlum okkur svo sannarlega að vinna. Ég get alveg ímyndað með það að Grindvíkingarnir vilji koma og stimpla sig inn af krafti og vinna fyrsta leikinn á útivelli og móti okkur þannig að það verður hart barist og það er auðvitað mikið undir en úrslitin í deildinni mun ekki ráðast hér. Takk fyrir og gangið vel. Hópnum ykkar gott fyrir þennan fyrsta leik, eru þið með alla heila? Og rúlar? Það er komið að fyrsta deildarleik sumarsins, hvernig leggst sumarið í þig? Bara mjög vel, þetta er bara spennandi og búið að vera langur vetur og mörguleiti mjög erfiður, viðfarslega sérstaklega en loksins er mótið að byrja og við erum bara fullir tilökunar. Ég sá að ykkur spáðu öðru sæti á fótbolta.net, er það svona raunhæft, eru þið ekki að stefna beint upp eða? Við ætlum náttúrulega bara að gera alveg að fara upp. Það er erfitt að segja vegna þess að í ár held ég að þetta sé ein sterkasta fyrstu deild sem
hefur verið í mannamönnum og auðvitað með þessari úrslitakeppni þá svolítið nýtt yfirbragð yfir þessu og maður svolítið rennur blind í sjóinn með það. En auðvitað ætlum við okkur stóra hluti og hvort sem það verður þá fyrsta sæti eða í gegnum úrslitakeppnina en upp ætlum við en meðvitaður það að það verður auðvitað mörg lið sem ætla sér það líka og vegurinn verður erfiður á leiðinni en ef við höldum fókus þá erum við mikið aðeins til þess að fara langt í þessu. Þú nefnir fyrirkomulagið, mér langar svolítið að spyrja hvernig leggst þetta nýja fyrirkomulagið? Heldur þetta hafi jákvæð áhrif á deildina í sumar? Þetta hefur örugglega jákvæð áhrif í þeim skilningi fyrir áhorfendur og þá sem kannski halda ekki með neinu liði, þá verður kannski meiri spenna í þessu en fyrir þjálfarana og svoleiðis þá held ég að þetta sé ekki eitthvað fyrirkomulag sem menn eru æstir í sko og en svo veit maður aldrei, ég meina þetta getur reynst manni rosa vel og svo getur þetta reynst manni illa þannig að það verður bara tíminn einn að leiða í ljós en fyrst og fremst þurfum við bara að taka einn leik fyrir einu og spá í þessu síðan bara þegar nær dregur haustinu. Þessi leikur hér í dag, þetta eru þau tvö lið sem fara með mestu pressuna inn í mótið, menn telja að þetta séu liðin sem að fara upp. Spennustigið hátt, þetta mikilvægur leikur? Hvernig leggst þessi leikur í þig? Já, þessi leikur leggst bara mjög vel í mig og auðvitað er þessi leikur mikilvægur eins og allir aðrir leikir, en hann er ekkert mikilvægur en hver annar. Þetta eru bara 22 leikir sem menn þurfa að standa sig í og það gerist ekkert, hvort sem við vinnum eða töpum í dag, sko, það er ennþá 21 leikur eftir, auðvitað vilja allir vinna fyrsta leik og komast í gegnum hann með sigri en eins og segir, þetta er langhlaup en ekki sprettur, þannig að við þurfum bara að taka þessi kemur og þetta verður andstæðingur í skaganum hérna í dag, erfiðum útivelli og eins og segir, þetta er kannski bara besti leikurinn að fá í byrjun móts, ég held að þjálfar hljóta að rána með það, lítið sem þarf að segja, mótið vera menn, það er bara út og tilbúin í baráttuna. Standið á hópnum ykkar gott fyrir þennan fyrsta leik, eru þið með alla heila? Já, við erum ekki með alla heila en flesta og bara standið á hópnum bara höfuð bara mjög gott og við bara erum með fínan hóp og treystum á alla og ef það kemur eitthvað upp á þá erum við með mennin fyrir utan sem klárir að taka við keflinu og svoleiðis funkar góður hópur. Þetta snýst ekki bara fyrsta 11 menn, þetta snýst allan hópinn því að í svona móti sem er mikið að leikjum og hörkuleikjum þá koma alltaf upp leikbann og meiðsli og við þurfum bara að vera klárir að við sem mennina sem eru fyrir utan klára í slaginn þegar tækifæri kemur. Þið erum búin að styrkja hópinn ykkar vel og hann lítur mjög vel út. Mér langar að spyrja sérstaklega einn leikmann, Óskar Örn, sem svo að segja komin heim. Hvað heldur að hann muni hafa mikil áhrif á gengi liðsins í sumar? Er hann mjög mikilvægur leikur? Auðvitað er hann mikilvægur hlekkur, það segir sig sjálft, frábær leikmaður og mikil gæði og mikla reynslu og hefur unnið marga titla hérna á Íslandi. Þannig að hann hlýtur að gefa okkur mjög mikið og auðvitað ætlast við til mikils á honum sem og öðru leikmönnum. Það snýst ekki bara Óskar, heldur snýst um liðsheildina. Ef liðsheildin er góð þá blómstrar Óskar og það er bara þannig en það þurfa allir að róa í sömu átt og vinna saman því þá ná einstaklingar njóta sín. Það er þannig. Þakka kærlega fyrir og gangi ykkur vel. Takk kærlega, sömuleiðis.
Sælir aftur, kæru áhorfendur. Við ætlum að koma hérna með síðari hálfleikinn eftir örskamma stundu sjáum liðin mæta hérna út á völl og virðast vera að gera sér tilbúin. Engar sjáanlegar skiptingar og líklega bara ekkert nema áherslubreytingar. Sérstaklega hjá Jóni Þór sem að þarf að gera einhverjar breytingar og mun líklega byrja að skipta mjög fljótlega ef ekkert breytist. Svona aðeins að reyna að hrista upp í þessu. Örn að klára hálfleiks hamborgara sinn áður en hann mætir hérna með okkur. En já, styttist í þetta. Það verður fróðlegt að sjá hvernig Skaginn mætir út í hennar seinni hálfleik því að eins og við töluðum hérna rétt fyrir hálfleik þá hefur Skaginn bara verið undir í baráttunni, undir í návíu, undir í fyrsta og öðrum bolta og einhvern veginn ekki náða að sækja nægilega hratt í þau svæði sem eru opin þegar að færi gefst. Já, það er áhugavert. Ég hefði alveg geta búist við skiptingu strax í hálfleik. Sammála því. Ég hefði alveg getað séð Daniel Inga Ármann eða Steinar, einhvern þeirra að koma inn á í hálfleik. Ég hugsa að Steinar var kannski ólíklegastur svona komandi úr meiðslum en já, ég er alveg sammála því að ég hefði mögulega, hann hlýtur að hafa hugsað, hann hlýtur að hafa farið vel yfir það hvort að það væri réttast en ákveðið að gefa mönnum 10-15 mínútur. Algjörlega. Svona ná kannski að sjá hvort hann að kreista eitthvað út úr þeim með kannski kraftmikli hálfleiksræðu. Gefa mönnum tækifæri á að bæta úr því sem það þarf að bæta úr. Og ég get alveg lofað þér því að þessi hálfleiksræða var mjög kraftmikil og ég efast ekkert það að Arnór Smára hafi látið almennilega í sér heyra sömuleiðis og það verður gaman að sjá hvernig þið bregðast við því. Já. Kannski ekki úr vegi að renna yfir þá sem að spila í liðinu hjá ÍR Árni Marinó í markinu, í vörninni Jóhannes Björn Val, Arnleifur Hjörleifsson, Pontus Lindgren og Árni Salvar Heimisson. Síðan þeirra á miðjunni Arnór Smára, Indriði Áki og Haukur Andri. Og síðan fremstu þrír Breki Þór, Viktor og Gísli Laxdal. Inná hjá Grindavík í markinu Aron Dagur, aðri leikmenn Bjarki Aðarsteins, Kristófer Konráðsson, Einar Karl Ingvarsson, Guðjón Pétur, Marko Vardits, Dagur Ingi Hammer, Óskar Örn, Dagur Austmann, Sigurjón Rúnarsson og Eddi Horvat. Já, sjáum skemmtilega tilraun að því að opna þessa vörn. Skaginn færi boltan alla leið til hægri, Árni Salvar kemur inn og þeir færa svo boltan yfir hinum megin þar sem Arnleifur inn svo að finna þessa sendingu þarna í hlaupið á Haug sem var bara aðeins og föst. Þetta nákvæmlega eitthvað sem þarf að gerast og það þarf að færa boltan hratt á milli kanta og svo þarf að leita inn á milli. Kemur langur bolti fram hjá Árna. Arnór nær ekki að skalla hennan. Guðjón Pétur, einn á Dag. Dagur Ingi fær aukaspyrnuna. Þeir verða að stoppa þetta. Árni Salvar, já, fær gula spjaldi hér. Ok. Hann lítur að hafa sett hendinni í andlitið á honum eða eitthvað. Já. Árni ekki sáttur. Jó, hann hefur nú sennilega setti öxlina aðeins í hugan á honum. En þetta getur orðið erfitt þá fyrir Árna Salvar því að ámennina er alveg pottþétt keyra dálítið á hann í kjölfarið. En aukaspyrna á hættulegum stað. Já. Sjá Martein hérna hjá Árna Marinó. Ekki beisinn. Ég held að Guðjón Pétur reyna að skjóta þessu. Hann lyftir þessu inn á fjær. Boltinn dettur niður í teignum, sláinn niður. Þetta er ekki inni eða hvað? Nei, þetta er ekki inni. Bjarki Aðarsteinsson með skot í slána og niður og tveir Skagamenn liggja. Viktor og Árni Marinó. Þetta er bara
allt og laus dekningana. Og sjá nú ekki boltan lenda þarna. Þetta aukaspyrna. Þetta allavega brot á, þetta ekki hann var þetta ekki bara Marko sýndist mér sparkaði í höfuðið á Viktor Jóns. En Grindvíkingar eiga hins vegar hornspyrnu. Já. Það spurning hvort við náum að sjá þetta aftur jafnvel. Viktor ekki staðinn ennþá upp. Jú, þetta Marko Valdas. Jú, Viktor skallar hann frá og fær síðan spark í andlitið. Þetta náttúrulega alveg hrein og klár aukaspyrna og ef það sér á Viktori þá lítur það sér á honum, stór sér á honum og Erlendur. Hann getur ekki dæmt það sem hann sér ekki. Nei. En þarna ef maður vilja að aðstofadómarinn myndi vera að fylgjast vel með þessu. Hann lítur að hafa verið að horfa nákvæmlega á þennan stað því að boltinn var þarna. Já. En vona kannski Erlends vegna að Grindvíkingar fá ekki marka upp úr þessari hornspyrnu. Viktor beint með hausinn í þetta. Ákveðið hugrekki eftir þungt höfuðhögg að láta sig bara vaða í næsta. Já, það vantar ekki hugrekki hjá þessum manni. Það er nokkuð ljóst. Við sjáum alveg hérna gagnuð á honum hægra megin. Já. Árni sendi ekki frá honum út fyrir. Mínútur liðnar, það er ekki endilega að sjá að þessar fyrstu 5 mínútur í síðari hálfleik séu mikið öðruvísi en fyrri hálfleikurinn spilaðist. Engin stökkbreyting allavega. Engan veginn. En flautað á Árna Salvar. Ég hugsa ef ég var í Jón þá myndi ég bara reyna að taka hann út af fljótlega. Jón Gísli Eylandi er náttúrulega á bekknum, hann hefur leyst þessa hægri bakvara stöðu. Já, Hlynur Sævar sömuleiðis hefur alveg gert það. Þannig að það er annarkvor kannski frekar Jón Gísli með aðeins meiri svona hæfileika í sóknarleik. Óskar Örn búinn að vinna nokkra skallabolta í þessum leik. Já, hann má ekki vanmeta í loftinu. Þetta skallaboltar snúast ekki hæð, það snýst tímasetningu og kraft. Það er eitthvað sem hann hefur alveg klálega. Já, kallaði Jón Gísla. Þá eru Grindvíkingar að sækja hér Horvat. Sendinguna á Dag. Dagur reynir að lyfta þessu fyrir. Árni Marino slær hann í horn. Það var eins og okkur grunaði. Já, ég meina Árni Salvar er bara komin á síðasta séns og svona margir reynslumiklir menn í Grindavík, þeir vita nákvæmlega hvað er best að gera þá og þá sækja þeir bara upp vinstri kantinn hjá sér og bíða bara eftir því að Árni Salvar brjóti aftur og fái þetta rauða spjald. Já, Jón Gísli og Hlynur Sævar komu báðir hérna á varamannabekkinn en nei, Hlynur fer sendur tilbaka. Það er Jón Gísli sem er að koma inn á. Kemur hotspinnan yfir á fjær. Óskar. Kristófer hann á Bjarki Aðalsteinsson framleikir hann. Þetta er hættulegt. Það er bara hætta í hvert eina skipt sem bolti kemur. Bjarki grunsamlega einn þarna. Já, það þarf eitthvað að fara að breytast. Ætli Skagamenn sér að vinna þetta 2 marka forskot niður. Já, vonandi getur Jón Gísli komið með einhvern kraft þarna inn á þetta og hann allavega getur slengt boltanum fyrir markið, við höfum séð það og Óskar, þá þarf hann bara að komast í svæðin. Guðjón Pétur fyrstur á boltan hérna, hann er að stíga, breka út, tapa boltanum yfir bleik hérna. Kristófer, sendingin í gegn á Einar Karl. Einar Karl nær að halda þessum inn og setur hann inn á fjársvæðið. Óskar tekur hann niður og fínasta skotin Árni verið þetta vel. Sjáum boltatæknina og boltastjórnina sem að Óskar Örn hefur. Tekur hann á bringuna og nær skotinu og það eru bolti skoppar. Sigurjón Rúnarsson fer full auðvitað niður hérna, Erlendur hérna, fellur ekki í þessa gryfju. Kemur Pontus upp með boltan. Sjáum að Gísli Lagtali farin aftur í vinstra megin.
Já. Spurning hvort að við fáum ekki líka fljótlega að sjá einhvern eins og Ármann mögulega koma inn hérna í staðinn fyrir Breka. Ég held að það sé bara mjög líklegt. Þetta hefur verið svona barátta þeirra á milli í rauninni bara þessa 11. stöðu í byrjunliðinu og því að mér finnst byrjunliðið hafa verið nokkuð niðurnjörvað í mest allan vetur en þetta hefur verið svona þeirra og þeir hefur verið í samkeppninni. Guður reynir sendingun inn á tegin, ágætis hugmynd. Sá hann að Gísla aleinan á fjær. Byggust nú kannski flesti við skoti frá honum hérna. Já, algjörlega. Hann sá vænlegri möguleika hérna, það tókst ekki en Skagamenn ennþá með boltan. Mætti alveg fara að reyna almennilega á Aron Dag, það er ekki það. Haukur getur alveg skotið og mætti alveg taka þetta skot. Sjáum aftur hérna. Þeirra Einar. Kom hann Óskar Örn þarna. Bærlega gerir þetta svo ópasslega vel. Og þá kemur skiptingin, það er Árni Salvar Heimisson sem kemur af velli og Jón Gísli Eyland kemur í hans stað. Þetta er bara maður fyrir mann, vissulega ólíki leikmenn en... Já, hann Árni Salvar er sterkari og fljótari en aftur á móti hefur Jón Gísli svona meiri hæfileika með boltann í löppunum og betri og svona hnitmiðari sendingar en hann hefur yfirleitt svona vantað kannski sjálfstraust og vonandi er það bara að koma hjá honum og hefur verið að koma í vetur. Já, hérna sjáum við Jón Gísla. Marko út í varnar, boltinn inn á tegin, hann rekkur fyrir Breka út á Haukur með skotið en Aron ver. Sjáum hann nákvæmlega, ég meina þetta gæti bara hjálpa Jón Gísla í að eiga frábærar síðustu, 35 mínútur. Já. Þetta er fínasta sókn. Já, sennilega besta færi Skagamann í leiknum. Já, og loksins almennilega reynda á Aron Dag í markinu. Haukur tilbaka á Arnleif. Grindvíkingar er eitthvað aðeins að leyfa sér að pressa og vinna boltan hérna. Horvat búinn að vera sterkur hérna, erfiður við að eiga. Guðjón Pétur lyftir yfir á Kristófer fyrir í fyrsta. Arnleifur nær ekki að hreinsa. Breki raun og verið bara gleymir allt hann. Kristófer er inn í tegin. Viktor leggur hann tilbaka á Arnó sem gerir þetta vel. Jón með langan bolta hérna yfir í áttina Gísla en Dagur Austmann vel staðsettur. Jón Gísli allavega fer þegar Skaginn er nýbúinn að vinna boltan einhvern veginn inn á miðjunni og leitar bara strax á bakvið, strax í svæðið á Gísla Laxdal og þrátt fyrir að þessi sending hafi ekki verið fullkomin að það getur ýmislegt skapast út frá þessu ef að Gísli Laxdal hefði bara gert almennilega allugu að þessu upp í loftinu að þá getur allt gerst. Þannig að Jón Gísli leyfir þessum bara að sigla aftur fyrir. Spila Skagamenn út og reyna að lokka Grindavík í pressuna. Pontus síðan með langan hérna frá og Breka. Móttakan góð hjá honum. Finnur Arnór. Nú er að keyra á Haukur. Skiptir út til vinstri þessi sennilega framalega fyrir Gísla eða hvað? Nei, Gísli nær að halda þessum inn á. Þetta er framalega fyrir alla aðra. Já, og hotspinna sem að Skagamenn fá. Afleiði Breiðfjörðarna með snertingu fyrir Rauðavöllin. Þetta var virkilega vel gert. Þarna byrjaði þetta bara hjá markmanni, náði að brjóta fyrstu pressu og fara svo í árás. Já, og raun og veru bara fyrst skipti í leiknum sem við sjáum þetta gerast. Og að þeir leysa pressuna á þetta þægilegan hátt og greinilega með leið sem á að fara. Það er Breki sem að tekur hotspinnuna. Kemur bara inn á markið. Aron kýlir þetta frá skoti frá Hauki í varnarmúrin. Arnleifur síðan í annað skot aftur í varnarmann.
og þeir ná að hreinsa þetta frá. Já, smá hætta og smá skjálfti í Grindavík, alveg klálega. Jón með langa skiptingu sem kemst alla leið í gegn til Gísla sem komin út hægra megin núna. Fyrir gjöfin inn á fjársvæðið, skalla frá, Einar Karl framlengir. Skagamenn að ná að byggja upp svona alvöru pressu. Jóhannes Val með sendingunni yfir á Gísla. Það skalla frá Kristófer. Arnór Smárasson. Þarna hefði Grindavík fengið aukaspyrnu, svo hefði fengið mest allan leikinn. En sendingi frá Indriða. Já, þetta var ekkert ósvipað atvikandi að Jón Þór kannski að benda á það hérna. Já. Sjáum aftur hotspyrnuna hérna. Aron Kíli frá og þetta bjarga bara inn í markteig hérna. Dagur Austmann bjarga bara marki í rauninu. Sjáum að þetta auðvelt fyrir Skagamenn við að eiga. Selfoss búinn að jafna gegn Aftureldingu, það staðan 1-1. Arnleifur með boltan fastan fyrir og Viktor Kristófer nær að vera á undan honum þarna. Sjáum hvað kemur óvænt þarna inn í teiginn. Skoppar einhvern veginn framhjá fyrstu mönnum. Geggjuð fyrirgjöf hjá Arnleifi þarna. Jóhannes gerir þetta vel. Indriði tilbaka á Pontus. Já, Ef þessi pressa skila marki innan 10 mínútur, það ennþá hálftíma eftir. Já. Þá þessi leikur galopinn. Alveg klálega. Þetta svolítið, ég held að Klísjan eigi vel við hérna. Þriðja markið sker mikið úr hvernig framhaldi verður. Já. Og svona líka að þetta verði ekki of lítið of seint, sko. Algjörlega. Breki, grimmur þarna. Og væntanlega dæmdur brotlegur þarna, já. Sigurjón. Jón Þór ekki sáttur. Nei. En sjáum aftur hérna Arnleifur með þessa fínu fyrirgjöf þarna. Aron misreiknar hana. Sjá hvernig það skoppar hérna bara fram hjá Arnóri og Bjarka Aðalsteins á nærstunginni. Já. Kemur óvænt inn í teiginn og þarna lúrði Viktor Jóns klári að tapa þetta inn. Já, mér sýnist nú reyndar Jón Þór vera meira ósáttur við Breka heldur en Erlend Eiríks í þessu tilfelli hann út í horni. Að Breki leyfi honum bara að vera með boltan út í horni í staðinn fyrir að brjóta á honum og þvinga hann þá í annarkvort lélega hreinsun eða setja boltan út af. Og þetta búið að gerast þannig svo oft í leiknum að ofarlega á vellinum er Skaginn að brjóta af sér og það einhvern veginn hleypir Grindavík bara í að anda léttar og líða betur. Algjörlega. Sjáum Tómas Orri Róbertsson að gera sér klárun að koma inn á hérna hjá Grindavík. Ungur leikmaður frá Breiðablik sem að koma á láni. Það er frábælega að spila á Skagamönnum. Arnleifur aftur komin inn upp að endamörkum en Dagur Austmann er að vera fyrir þarna. Það er akkurat máli sem við komum inn á í fyrirháleika að þegar Arnór færi sig aðeins niður að þá koma þessar sendingar upp á milli og þá það er einhvern veginn auðveldara fyrir hann að finna Viktor upp í lappir eða Hauk og úr því kemur þessi sókn. Annars hefur við sjá líka hérna í síðara hálfleiknum að bakverðirnir eru að koma töluvert hærra upp á völlinn. Búin að sjá Jón Gísla og Arnleif hérna alveg upp við endamörk sóknarmegin. Já. Þannig að í nokkur tilvik. Já, þá hefur við verið að sjá líka djúpa miðjumann. Gísli með frábæra sendingun. Arnór nær ekki að stýra þess á markið. Geggjuð sending frá Jóni Gísla. Frábær sending hjá Jóni. Sjáum hérna hvernig hann nær að snúa hann einhvern veginn. Virðist vera loku leið fyrir hann hér. En Arnór eflaust ósáttur við sjálfan sig þarna. Misti nú þarna fæturna virðist vera í skotinu. En já, eins og við varum að segja þarna þá höfum við séð djúpa miðjumanni draga sig meira niður í varnarlínuna sem þriðji hafsend og þá er auðveldara að ýta
íta bakverðunum ofar. Jó, þarna var Aron vel vakandi kominn út í þetta. Gísli tilbaka á Árna. Hárbolti fram. Já, dæmd aukaspyrna á Kristófer hérna. Arnór vill vera snöggur að taka þetta og Marko fer fyrir og gult spjald. Þetta var bara viljandi gert. Já. Þetta var mjög vel gert hjá Arnóri. Já, Erlendur þarf að fá tíma til að skrifa þetta niður. Þetta er ekkert sem að þarf að koma óvart en já, það er ákveð og vilji hérna, það vantar ekki. Nei. Indriði. Jón Gísli reynir sendingur yfir Arnór, vinnur boltann, missir hann aðeins frá sér. Pontus stígur horfat út, gerir þetta vel. En er þetta ekki akkurat staðan sem við þurfum sem að þessum Arnór Smára nýtist liðinu best, þetta svona djúpur á miðjunni? Bara með þessa fótboltalegu hæfileika sem býr yfir reynslunni. Jú, og það er nefnilega nákvæmlega það sem þeir hafa verið að reyna að gera í vetur, að gegn liðum það sem að plássið er kannski aðeins meira í kringum djúpu miðjumennina fyrir framan vörnina, að þá hefur hann verið að leita að svæðum þar. En einmitt þegar að varnarlið dettur svona langt niður og er svona þétt að þá hafa þeir verið að setja neðar á völlin þar sem er einmitt hæfileikarnir og útsjónarsemin nýtist best. Boltinn inn á teim, Viktor missir hann yfir sig hérna, Jón Gísli nær frákastinu, tilbaka á Arnór, hann út á Gísla. Gísli reynir fyrirgjöfina í varnarmann, Haukur er næstur á boltan, leggur hann aftur á Gísla, Gísli síðan inn á fjársvæðið, skalla frá. Arnleifur með frákastið, þá koma Ármann og Steinar Þorsteinsson, gera sig klára, tvöföld skipting í vændum, verið störa hjá IA. Þreföld skipting. Sá ekki hver var. Daniel Ingi er að koma að inn á sömuleiðis. Hérna sjáum við Tómas Orra Róbertsson. Kemur inn á fyrir annan markaskorara Grindvíkinga, Guðjón Pétur Lýðsson. Gefur Tómas Orra þarna nokkuð vel valin orð. Jón Gísli á Arnór og uppinn hérna. Haukur, Grimmur hérna, ekki dæmt. Jón Gísli vinnur boltan síðan. Þarna hefur Haukur bara þurft að snúa og keyra af stað fram á við, svo hann er óbáslega góður í leið og fekk boltan hann að setja boltan niður. Breki, allt og lengi að þessu, missi boltan. Óskar Örn. Marko. Það er Arnór Smárásson mættur í bakvarðarstöðuna. Já. Arnór talaði um það í hlaðvarpinu okkar daginn að hann hafi bara ekki í langan tíma verið jafn vel á sig kominn líkamlega. Algjörlega og það er fáir fylgst betur með honum heldur en ég sjálfur og ég hef ég geti tekið undir það að það er ansi langt síðan ég hef séð hann svona fitt, svona fókuseraðan og svona klár í mót og það hef bara sennilega verið fyrir COVID það sem að hann kom inn í Lillestrøm-liðið og gerði vel í úrvalsdeildinni í Noregi og síðan þá einhvern veginn verið að ströggla við meiðsli og það er alveg frábært að sjá hann í svona góðu standi núna. Hann er náttúrulega gríðarlega mikilvægur fyrir IA-liðið og ekki, sko, hefði nú alltaf verið það en kannski sérstaklega á þessum tímapunkti í rauninni
eins og staðan á félaginu akkurat núna. Já, og ég ber óbúslega mikla virðingu fyrir að hann hafi ákveðið að koma heim þrátt fyrir að liða falli. Já, það Indriði, Haukur og Breki sem að koma að velli. Má búast við því að Steinar og Daniel komi þá inn á miðjuna og Ármann út á kant. Gísli búinn að færa sig aftur yfir á vinstri kantinn, þannig að Ármann verður inn að hægra megin. Já, gríðarlega spennandi strákur og þeir tveir, þessir ungu menn sem að koma hann inn á. Já, Ármann vinstrifótar og hefur einhvern veginn allt sem að kantmaður þarf að hafa, sérstaklega í nútíma fótbolta. Hann hefur þennan hraða, sprengikraft og svona ákefði í pressunni hefur hann, en það vantar kannski svona síðasta millimeterinn til þess að pressan gangi oft betur upp hjá honum. Og sömuleiðis að þá hann eins og margir ungi leikmenn vantar smá trú á sjálfan sig og vonandi kemur það bara sem fyrst. Þessi sendingarna mjög erfið hjá Arnóri. Koma Grindvíkingar, Pontus, lesi þetta, Finnur Arnleif. Já, þeir ná að leysa úr þessu. Gott líka að sjá Steinar Þorsteinsson kominn aftur út á völlinn. Já, frábært að fá hann inn og hann hefur ekki tekið þátt nema bara í æfingarleik gegn Ægi fyrir viku síðan. Arnór, skiptinguna yfir á Ármann. Ármann að halda þessu inn og nei, hann gerir það ekki. 20 mínútur eftir, tíminn líður hratt. Já, gerir það. Steinar Þorsteins var meiddur í 1,5 tímabil, spilaði mikið í gegnum það, en svo kom í ljós að hann var bara kviðslitinn, búinn að fara til alls konar sérfræðilækna og hvaðeina og svo var það bara einhver sérfræðingur í kviðslitum sem að fann það og þá var það bara leyst á 2-3 mánuðum. Já. Þetta alveg ótrúlegt. Maður hefur heyrt svona dæmi áður, þar sem að kviðslit finnast ekki og það einhvern veginn alltaf verið að leita á öllu öðru áður en að það athuga það. Gísli finnur ekki Viktor, Arnór tekur frákastið, finnur ekki Samherja. Sjáum að það komi miklu meiri áræðinni í Skagaliðið. Ég veit ekki hvort það sé svona hægt og rólega að slokna á Grindavíkurliðinu, en það verið að taka hlaupin í gegn og leita að þeim og það verið að taka seinni boltana og það lítur allt svona miklu betur út, en það bara orðið svo óbáslega seint í leiknum. Já, svo náttúrulega kannski má náttúrulega ekki gleyma því að á þessum árstíma þá náttúrulega fer að skipta líka máli hvort liðið í rauninni betur undirbúið líkamlega. Algjörlega. Undir lok leikja þá fer það að skipta máli. Já. Og Jónas Valli bara með sprett upp næst í allan völlinn, sem boltanum á Gísla Laxdal. Þetta gerir Gísli vel. Gefst upp að endamörkum og vinnur hornspyrnu. Já, margt jákvætt núna síðustu 20 mínútur, en ennþá bara 0 mörk á töflunni. Já. En það snýst víst um það. Það Ármann sem kemur yfir og tekur hornspyrnuna. Snýr þetta út í teginn, fyrir ekki aftur fyrir. Við lítum nú báðir að aðstoðardómarann. Já. En Einar Karl vinnur síðan innkast. Góð pressa á Daniel að hleypa honum ekki í þessi sendingu upp á Kristoffer. En jú, alveg klálega sér maður að það alveg farið að draga dálítið af mörgum leikmönnum hjá Grindavík og það virðist ekki vera alveg að sama upp á teiningnum hjá Skagamönnum. Og maður sér að Guðjón Pétur til að mynda náttúrulega bara farin út af. Og Dagur Ingi og Óskar Örn og Einar Karl virðast vera orðnir mjög þreyttir. Já, Steinar kominn inn á tein. Steinar upp að endamörkum, reynir fyrirgjöfina en Sigurjón sem hann að henda sér þarna fyrir. Já, góð sprettur. Já, sjáum Jón Gísli fljótur að átta sig þarna. Þannig að menn ekkert að ofhugsa hlutina, bara setja hann inn í þetta svæði og Steinar í góðum möguleika þetta. Það var bara nákvæmlega það sem að vantaði mikið upp á í fyrirháleik, að vera ekkert að ofhugsa og reyna bara. Það Ármann núna hérna frá hægri, snýr hann inn á markinu, vantanlega lárbolti
önnur hornspyrna. Heimamenn þurfa mark. Því fyrr því betra til þess að kannski að fá smá skjálta í. Arnleifur kemur færan, setur hann inn á fjær og þeir ná að skalla þetta frá. Marko sýndist mér. Já. En Skagamenn fyrstir á frákastið. Gíslirinn komin inn á tegin aftur. Arnór tilbaka á Jón Gísla. Hann horfir aftur út til vinstri. Þetta var ekki vel framkvæmt. Lá í rauninni ekkert á þessari sendingu. Nei, hann hafði nægan tíma og það hefði ekkert verið verra að fá Grindavík nokkrum skrifum ofar. Við töluðum nú þessa standandi röð þarna fyrir ofan grasbrekkuna. Ég get ímyndað með það að það sé fussað mikið þar núna. Já. Staðan 2-0 á móti Grindavík. Sem að þeir líklega skilja ekki hvernig Skaginn getur verið í þessari stöðu. Og þar einmitt held ég líka að mönnum finnst ekkert að vellinu. Já, samkvæmt mínum rannsóknum að þá unnu Grindvíkingar í að síðast 2017. Hér heima þá eða bara almennt? Í Grindavík, það var í Grindavík og þar að, 2017 líka, báðir leikirnir það árið fóru 3-2 fyrir Grindavík, bæði í Grindavík og hér. Vel gert, Daniel Ingi. Grimmur hérna og boltinn ekki aftur fyrir eða hvað, Jú, og markspyrna dæmt. Markspyrna dæmt. Vítasprettur hjá Danieli. Sýnist vera að koma inn á hana. Held að þetta sé Dagur Örn Fjellsteð. Hann var ekki alveg öruggur með nafn og andlit. Við sjáum það nú innan skams. Já. Daniel Ingi vinnur þennan skallabolta. Einar Karl og Kristoffer. Hætta Grindvíkingar sér. Margir hérna fram. Bjarki og Einar Karl frábærlega vel spilað. Tómas. Fín vörn hana hjá Steinari. En Tómas heldur áfram, missir hann aftur fyrir reyndar. Steinar að fylgja vel með þarna niður. Já, gerir þetta vel og sýnir að hann er tilbúinn í þetta. Valli þetta með góða sendingu upp á Arnór. Daniel Ingi, sendingin tekst ekki en innkast. Daniel tekur bara hlaupið upp í hornið og vinnur annað innkast. Já, Dagur Örn Fjellsteð er þetta sem er að gera sig kláran hérna. Sömuleiðis, ungur leikmaður á láni frá Breiðablik eins og Tómas Ári. Gerði nokkuð mörk í æfingaleikjum og æfingamótum með Breiðablik í vetur. Já. Er það ekki rétt hjá mér að þetta er fyrsti deildarleik? Arnór Smárásson heldur hnéð á sér. Þetta eða er þetta kálfinn? Þetta leiti ekkert alltaf vel út þarna. Nei, mjög hastnalega stöðu þarna. Já. En hann er staðinn á fætur. Vinstri hællinn hann fór aðeins í grasið en sem betur fyrir völlurinn laus. Já, ég var að mynda að þetta er væntanlega fyrsti deildarleikur Daniels Inga. Nei. Kom hann inn á í deildarleiki fyrra líka? Já, hann er náttúrulega metið fyrir sem yngsti leikmaður. Yngsti leikmaður í, við skulum átta okkur að þetta er drengur sem er að klára grunnskóla í vor. Já. Já, hann spilaði eitt leik í bestu deild karlaði fyrra. Aftur á móti held ég að þetta sé fyrsti leikur Dags Fjellsteð. Fyrsti deildarleikur hans. Þú mátt alveg fact-checka það. Já. Já. Það er alveg rétt. Það passar. Já, þér. Óskum vonum til hamingju með það. Já. Uppalinn í, Breiðabliki. Já. Arnór.
er á fótum og Já. báðum jafn löngum virðistur ennþá. Viktor á Steinar og hann í skotið en Aron, hann er búinn að verja það sem hann hefur þurft að verja. Já, hann er búinn að standa sína plikt alveg nokkuð vel í dag. Vel gert hjá Viktori hérna Já, og skotið ekki bara nógu fast. við höfum séð Viktor nokkur sinnum í leiknum svona hvað hann tekur alveg ofboðslega mikið til sín inn í teg og við teginn og það hefur ekkert gengið neitt allt og vel hjá IA í dag að finna hann í lappir eða í skrokkin. Það þarf að gerast miklu oftar. Mér fannst það líka ganga frekar illa á móti Keflavík og ég veit ekki hvort að hann sé bara svona vel dekkaður alltaf eða hvort að þurfi reynilega bara að æfa meira leiðir þar sem að boltinn endar hjá honum. Já, Jóhannes Val að reka liðið áfram en Grindvíkingar bakka. Þetta eru bara 4 manna lína og 5 manna lína þar fyrir framann. Já. Óskar Örn einn hérna framar á vellinum og hér er höfuð högg. Viktor skoti slána þarna. Þetta var óhefni. Já, þetta Báður reyna við boltan núna. Sýnst að vera Sigurjón sem að er þetta Bjarki? Nei, þetta er Sigurjón. Já. Það hefur ekki verið þægilegt. Nei. En afþakkar aðhlýninguna. Tíu mínútur eftir. Ekki nema. Nei, það er minna en maður hefði viljað. Já. Heimamenn fara að verða of seinir að minnka muninn. Vel gert hjá Gísla að vinna hennan tilbaka. Arnór. Jóhannes ber boltan upp. Finnur Arnór. Arnór missir á honum hérna. Það sjáum við. Jón Gísli gerir frábærlega. Sjáum hvað völlurinn er erfiður hann. Já. Það rundaði mig bara. Arnór sér hlaup hjá Daniel Inga þarna en er ekki að hitta á hann. Þá koma Grindvíkingar. Kristófer. Hann er í vænlega stöðu hérna. Kemur með boltan fastan inn á teginn. Jóhannes Val reynsar frá. Einar Karl. Talandi völlinn hérna og hafa nokkrir verið að velta fyrir sér hver það er sem að tekur ákvörðun að spila hann hérna út á svona hálf og ónýtum velli frekar heldur en að spila inn í höll við fullkomnar aðstæður. Og miðað við það sem að Jón Þór sagði í viðtalinu að þá hefur ákvörðun allavega ekki verið hans. Þetta finnst mér Jón Gísli dæmdur brotlegur. Erlendur var lengi að flauta á þetta. Þetta virðist nú bara að vera öxl í öxl. Já. Einar Karl gerir mikið úr þessu. Jón Þór hér í hróka samræði með aðstoðardómarann. Nefn hann sé að nota bara interkomið hjá honum til að ná sambandi við Erlend. En Hlynur Sævar er að koma hérna í áttina á bekknum. Óskar Örn hérna með skottilurinn en það er ekki halda honum niðri, það er ekki hitta ráman. Nei, og enn líður tíminn. Langar að vekja athygli á því að við í TV-strákarnir ætlum að hittast í hlaðvarpsherberginu okkar og gera upp þennan leik eins og við ætlum að gera í sumar. Og sá þáttur fer í loftið bara eins fljótt og við getum. Og þar verða spekingar í TV munu gera upp leikinn og fá sennilega menn í viðtöl, allavega Jón Þór Hauksson mun kíkja við hjá okkur og við getum spurt hans Björn Múr. Já. Endilega
fylgist þið með okkur á IATV hlaðvarpinu. En Hlynur Sævar að koma inn á, það Arnór Smárásson. Mun taka enga sénsa með hann. Nei. Skokka nú að velli enga síður. Hann ekki sáttur. Að spila. Já, þetta var fyrsti deildarleikur Arnór Smárásson, ekki? Já, það passar eins og við Björn Þór fórum yfir fyrir leik. Já. Þetta var fyrsti deildarleikur Arnórs fyrir já. Já, ég ræddi þetta einmitt við hann og spurði hann út í hvers konar tilfinning þetta væri að vera komin á þennan aldur. Já. Að vera að spila sinn fyrsta deildarleik fyrir uppeldisfélagið. Hann var fullur tilökunar og ég býst við að hann hafi notið þess þó að... Já, hann gerði það alveg klálega. Maður sá það nú alveg í þessum leik en svona dró af honum þegar að leiða á. Skaginn á þetta... Nei, Skaginn á ekki þetta innkast. Og þá skipting. Tvöföld skipting á Grindvíkingum. Freyr Jónsson, nummer 15 að koma inn á eins og nummer 11 Símon Logi Þessafang. Já, jú, passar. Óskar Örn Hauksson kemur af velli og Einar Karl, sýnist mér. Já. Hún að skila sínu hér í dag. Já, heldur betur. Heldur betur búin að skila sínu. Og þeir eins og Guðjón Pétur að koma út af áðan bara mjög lúnir eftir hennar leik og það gæti þá líka alveg eins verið bara þungur og erfiður völlur sem að rífur í og hann gerir það alveg klálega. Já. 5 mínútur eftir. Ármann vinnur skallan. Gísli í baráttunni. Nær boltanum, setur hann yfir á Arnleif. Arnleifur brotið á hennum hér. Nei, ekkert dæmt. Allan leikinn. Þetta var engin öxl í öxl, þarna var Arnleifur alveg klálega fyrir framann. Já. Þá koma Grindvíkingar rætt. Og hér fellur Símon í teignum. Ekkert dæmt þarna. Og Skagamenn snöggir að koma þessi leik. Ég hvort að Skagamenn svona sjá sér einhvern leik á borði að reynslu boltarnir í Grindavík eru farnir. Já, mögulega. Jóhannes Wall kominn hérna í fremstu víglínu eftir að Hlynur Sævar kom inn á. Já. Grindvíkingar sáttir við að hafa boltan upp í brekku. Já, það er ansi gott fyrir þá. Já, ákveðin kannski svona vonbrigði eins og þessi leikur er að spilast svona eins og við tölum um þetta fyrirleik, mikil eftirvænting hjá okkur í bæjarfélaginu, í félaginu og en menn voru svo sem alveg og eru nú örugglega meðvitaðir að þessi deild er ekkert endilega einhver svona dans á rósum. Nei, og verður bara alls ekki dans á rósum. Ég held að það séu alveg 8 félög eða eitthvað svolítið sem að setja stefnuna á að fara upp deild og það eru mjög mörg lið búin að leggja mikið í þetta og þetta er bara að fiska þetta Dagur Örn. Meira sem fyrir utan tek. Já, en já, eins og segi bara mjög góð lið og það verður bara nánast allir leikir mjög erfiðir og það þarf bara að vera tilbúin í hvern einasta leik á leikdag og Skaginn var það raun að veru bara ekki í upphafi leiks í dag þar sem að Grindavík komst yfir eftir 4 mínútur og náðu bara að stýra leiknum eftir það. Já. Og Grindvíkingar eru að ná að verjast þessari ásókn Skagamanna. Daniel Ingi vinnur boltann fyrir Ía. Þetta undir pakka Jón. Steinar. Já, Pontus. Pontus yfir á Ármann. Ármann fyrir í árásina. Setur hann í varnarmann. Jóhannes Wall mættur þar. Ekkert brot. Og hendi vilja þeir fá hér en fá hotspinnu
Já, Þetta hefði nú kannski verið dálítið grimmur dómur að stuttu færi ef að þetta fór í hendina á honum þar að segja. Já, og maður hefði haldið að þetta væri dæmt brot með við leikinn í dag. Jú, þetta fer nú alveg upp í hann en hefði sennilega farið í maðan á hann hvað sem er. Daniel fær hann úr hornspyrnunni. Daniel með sendinguna inn á teiginn, þeir ná að skalla þetta frá og framlengja. Arnleifur, fyrstur á boltan. Marko Vardit þarna á fullum spretti í pressuna. Hann á greinilega nóg eftir. Já, Árni Marino gerir lítið úr þessum spretti. Já, gerir það. Það illa veiði kannski. Já, minnst það var nóg á batteríunum ennþá. Já. Gísli Laxdal með skiptinguna yfir á Ármann. Jón Gísli kemur í bara fara á stuðninginn hérna. Ármann fer á vinstri fótinn. Ármann fer í skotið í varnarmann. Steinar og aukaspyrna dæmd. Mér finnst ekki mikið á þetta en þetta er kannski bara, hún hefur verið skrítin línan hjá Ella í dag finnst mér í svona þessum brotum. Já, hún hefur allavega ekki verið alveg 100% samkvæm. Svona hefur mér fundist sammála því. En 90 mínúturnar að detta á klukkuna. Má kannski búast við einhverjum 4 mínútum í viðbót. Já, bara vegna skiptinga. Og það verður forvitnilegt og spennandi að heyra í Jón Þóri á eftir hvernig hann metur þetta allt saman. Pontus á Jón Gísla. Jón langur fram. Kristófer Verstvel, Daniel nær ekki þessum bolta og Steinar Þorsteins brýtur af sér. Steinar Þorsteinsson komið með fyrirliða bandið. Já, bar það lungana síðust tímabili. Já, 90 mínútur komnar á klukkuna og Grindvíkingar eru held ég að sigla þessu heim í rólegaheitunum. Ég er ekki viss að Skagamenn hafi kraftinn í að skora 2 í uppbótartímanum. Nei, mér sýnist ekki og stefnir líka einhvern veginn ekkert í það. Mosfellingar 2-1 yfir á Selfossi. Þeirra 2 mínútur eru eftir Leiknir Reykjavík. 3-1 yfir gegn Þrótti. Hörku, stefnir í Hörku. Fínan útisigur hjá Leiknismönnum hérna í fyrstu umferð. En Ægir 0, Fjölnir 0. Já. Ég held að Ægismenn eru alveg klárlega sýndveiðin ekki gefin í sér deild. Þeir mæta bara óhræddir. Gísli Laxdal fellur við og fær aukaspyrnu hérna. Þeir mæta bara sem óskrifað blað og einhvern veginn engin pressa á þeim. Þannig að það er auðvelt fyrir þá að mæta inn í leiki. Og ég held að Nenad og Batti séu bara búin að setja saman fínasta lið sem er alveg samkeppnishæft í þessari deild. Gerði jafntefli í æfingaleik við Skagann fyrir viku síðan. Akkúrat. Það er Gísli Laxdal sem ætlar að taka þessu aukaspyrnu. Spurning hvort að sjáum einfallega skot. Já, ég myndi nú alveg búast við því. Já, fullkomna skot væri. Kannski reyna að láta hann skoppa rétt fyrir framan Aron og treysta líka þá á frákastið. En þessi siglir yfir markið og mögulega síðasti möguleiki Skagamanna til þess að skora mark hér farinn. En það verður svo sem ekki tekið af Grindvíkingum að þeir hafa í rauninni sko gert og unnið sína vinnu vel til þess að hindra Skagamenn í að komast inn í einn leik. Já, þeir hafa bara gert það frábærlega og eins og ég er búinn að segja nokkru sinnum í gegnum þennan leik að þegar þeir ná þessu marki eftir 4 mínútur að þá geta þeir bara lokað og beðið og verið þolinmóðir og þeir eru búin að gera það alveg frábærlega þetta og rauninni má bara segja að þessi leikur hafi klárast eftir 4 mínútur. Já, það er mjög sterk rök fyrir því að það sé rétt hjá þér. En svona á þessum tímapunkti hef ég það fyrir vana minn að spyrja sessunaut minn hvern getur þú nefnt á sem svona sterkustu framistöðuna úr heimaliðinu í þessum leik? Já, þegar stórt er spurt. Já.
og allir hagsmunaárekstrar eru bara teknir úr sambandi, þannig að það er engin hérna, það er allir gjaldgengir. Já, að sjálfsögðu. Ég ætla að fá að hugsa þetta í svona 30 sekúndur. Já, nú gerir það að Grindvíkingar eru bara hérna að ná að eyða klukkunni hérna á sóknarhelmingi. Já, ég hugsi ég seti sterkustu framstöðuna á Indri Áka. Já. Djúpar á miðjunni, hann svona þegar ég hugsi tilbaka á hans tíminn á vellinum að steig hann bara ekki feilspor og gerir það iðulega ekki. Skila sínu. Svo hann jafnan gerir, það er algjörlega rétt. Skila sínu, stoppar sóknir andstæðingarna og hefur sóknir skagamanna, þannig að hann skilaði algjörlega sínu í þetta. Markspyrna frá marki IA og enn er Erlendur ekkert farinn að munda flautuna. Steinar út á Arnleif, tilbaka á Hlyn. Steinar. Við náttúrulega vitum ekkert hvað er mikið eftir og Nei. hvað er mikið í uppbót, því að náttúrulega er engin fjórðudómari og við fáum ekkert að vita. Akkurat, Daniel reynir að lyfta að setja fram á Jóhannes Val. Þetta er bara of erfitt og setja þetta í of þrönga stöðu. Já, og yngast sem að Grindvíkingar eiga. Þá fyrst lítur L á klukkuna. Já, komnar tæpar 5 mínútur fram yfir hérna. Flautar hann bara, held ég, sýnist að vera að gera sér tilbúin í það. Já. Gerir það hér og 2-0 útisigur Grindvíkinga, staðreynd ekki byrjunin sem að heimamenn höfðu óskað sér. Nei, alveg klálega gríðarleg vonbrigði, en á sama tíma bara frábær gleði og frábær sigur hjá Grindavík og þeir eru bara fullt hrós skilið fyrir hvernig þeir tækluðu þennan leik. Já, algjörlega, ég tek undir það og eins og ég segi, við munum gera þennan leik upp í hlaðvarpsþætti sem að verður aðgengilegur von bráðar, þar sem að meðal annars Jón Þór Hauksson kemur í viðtali. Við skulum áður en að við ljúkum þessu að rifja upp einmitt hérna 4. mínútan sem þú nefndir áðan sem vendipunktinn í leiknum. Já, klárlega. Þetta mark á Daniel Inga og eftir þetta gátu Grindvíkingar í rauninni bara bakkað og lokað en hérna Guðjón Pétur Lýðsson, spurning hvort að Árni Marinó á að gera betur þarna. Í fyrsta markinu eða þessu? Í þessu? Nei, ég reikna ekki með því. Þetta er bara föst og góð spyrna vel út í hornið en ég myndi nú setja meira spurningamarki við hann í fyrsta markinu. Já, algjörlega. En við förum að ljúka þessari útsendingu. Ég þannig að þakka hansi mörgum. Snorri Kristlisson stjórnaði þessari útsendingu. Heiðar Björnsson einnig. Björn Björnsson fyrir hans framlag hér fyrir leik. Arnar Óðinn Arnþórsson, nýbakaður faðir sem okkur langar að óska sérstaklega til hamingju og þakka Höllu fyrir að hleypa honum hérna til okkar í dag. Hann var á myndavélinni, Örn Arnarsson heiti ég og minn ykkur á það er Káraleikur á morgun í beinni, minnir að sá leikur byrja klukkan 1. Klukkan 1 og þar verður þú í öðru hlutverki. Já, og stærra hlutverki. Já, og endilega missið ekki á því, en bara kærar þakkir fyrir samfylgdina í kvöld og hafið það bara sem allra best helgina. Þangað til næst, takk hérlega fyrir okkur. Takk.